Komið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomnir með okkur í beina útsendingu frá Síminn Invitational netskákmótinu þar sem að 16 af sterkustu skákmeisturum landsins mætast í netskák. Ég heiti Björn Jóhann Karlsson og með mér í kvöld er sérfræðingurinn Ingvar Þór Jóhannesson. Ingvar, velkomin til leiks. Já, þakka fyrir það. Sérfræðingur, ekki gamlega er það. Búið að uppgreita þetta. Það er gamlega að fá svona títil, já. Já, við ætlum að reyna að lýsa þessum herligheitum, erum að hefja 16 mann úrslitin í kvöld. Já, og það eru tvær viðureignar á dagskránni. Við byrjum á viðureign fítimeistarans Símons Þórhallssonar gegn Jóni Trausta Harðarsyni. Já. Og Símon var, kannski má segja, hann hafi verið svona spútnik mótsins fyrir áramót Íslandsmótsins. Hann stóð sér frábærlega þar. Komst alla leið í úrslit? Já, fór í úrslitin, já. Tapaði þar gegn Vigni sem var náttúrulega erfið viðureign, vissulega. Já, frækir sigur fyrir, en ég var að horfa á samantættum með umbata af því núna daginn sem var á einum af netmöllum skáksambansins og Símon, hann náttúrulega stóð sér vel í úrslitunum líka og komst yfir og gerði þetta skemmtilegt og spennandi. Þannig að kannski fleiri kannast við Símon, hann að fyrirfram myndum við kannski búast við að Símon átti að vinna þetta mig, en það er gaman að segja Jón Trausta hérna að hann er hérna úr góðum árgangi í Rimaskóla. Nákvæmlega. Og þeir hafa svolítið verið svona, já, að reyði upp manngangi, hann og Oliver og fleiri og Dagur kannski svona haldið mest áfram að þeim. Gaman að sjá það á svona. Akkurat. Jón Trausti kemur inn í þetta mót í gegnum Friðriksmót Landsbankans, Íslandsmótsins í hraðskák. Það sem hann var endað ofanlega eftir góðan endasprett. Þannig að það verður gaman að sjá Jón Trausta spreita sig hér í kvöld, en síðra í kvöldsins er síðan viðureign meistarana Guðmundar Kjartanssonar og Björns Þorfinnssonar. Já, það fá alþjóðarmeistara og stórmeistara. Já, verður spennandi að sjá það. En fyrirkomulag mótsins í ár er með sama sniði og verið hefur. Þetta eru 16 keppendur sem eru komnir í lokakeppnina. Tefla einvígi hvor á undan yfir 3 vinninga. Já, tímamörk 3+2. Já. Telt á skákþjónunum.chess.com. Og verði jafnt 3-3, þá förum við í hvað köllum við á íslensku? Oddaskák. Sudden death. Sudden death. Já, bara svona bráðabanna það sem að sá sem er fyrstur að vinna skák, hann fer áfram. Einmitt. Ekki flóknar en það. Það er ekki fengið marga svoleiðis, en Nei. Það var kannski gaman að fá eitt bráðabanna svona þess að rifja upp. Einmitt, það er gaman að því. Rifja spennuna. En já, Símon, Jón Trausti dró hvítt hjá okkur. Já, Jón Trausti byrjaði með hvítt, já. Og hefur leikið með hvítum mönnunum. Já. Símoni, kannski mikilvægt fyrir Jón held ég að byrja vel. Símon með reynsluna, en þetta er svona nýtt svið fyrir Jón, hann er kannski líklega að séu svona einhverja taugar að stríða honum, hver veit. Já, við sáum þetta aðeins í fyrra að þeir sem voru að koma nýjir óreyndir inn í þessa keppni, það var svona svolítið, taflmennskan bar þess merki að það var smá stress í gangi hjá mönnum. En ég veit að Jón Trausti er búinn að vera að hita upp hérna fyrir einvígið, þannig að hann er vonandi klár í slaginn. Já, þeir ættu nú að fara að hefja tafl svona hvað á hverju. Já, sýnst það. En já, ég get nú sagt að ég tengi við þetta. Hann þeir hafi leikinn, hann að bara fáið það bara upp. Hlífa mönnum við einhverja sögur af minni frumrönn hér í netskákinni. En það var mikill munur á, þú veist, sinna en minu og því fyrsta, sko. En hann er komið aðbrið sem við áttum vona og Símon glottir. Þeir hafa verið að tefla þetta, já, ekki bara þessi Rimaskólastrákar, eiginlega bara svona Fjölnismafían eins og leggur sig og það er eiginlega Degi Ragnarssoni að kenna. Já, að fara með drottninguna hérna á D3. Já, þessi riddar fyrir átt á D5 snemma. Líklega núna bara. Hvítu vil taka með E-peðuleika svo C3. Þetta er bara svona traust staða. Já. Ekkert mikið í gangi kannski. Þetta er svona rólindis afbrigði en kosturinn kannski við þetta er að hvítur fær bara svona hefðbundna eðlilega stöðu og góða liðskipan án þess að sé neinn. Það er ekkert fjör og engin taktík. Já, bara teflanlegt tafl og losna svona sneiðið fram hjá svona teórisku leiðum. Þarf það ekki að muna ykkur á svona kannski flóknar leiðir í byrjunum. Já, það snýst svolítið það að fá, að því við erum nú hrifnir að enskunni en að fá svona playable game eins og með segja. Sérstaklega svona stýttir. Playable game hérna, en það Símon Invitational. Akkurat. Gaman á því. En já, Símon hefur verið stáð gaman að þessu hann að valla þurrka á hann og glotti hérna. Já, hann fór eiginlega bara að hlæja þegar Jón Trausti tók með drottningu á D4. Það finnst það svona, ég skynja þetta að vera svona, já þetta aðbyrðið, þið teflið allir. Já. Það er svona, hann hafa glemt þessu, ég skal ekkert um það að segja. Ég var nú samt að viðurkenna að eftir að hafa litið aðeins á þetta, bara til þess að sjá svona
út af hvað þetta gengur. Já. Sáum þetta menn voru að tefla þetta núna nýlega einhverjum mótum. Til dæmis Evrópukeppni tafélaga í haust. Einmitt. Þá eru svona ýmsar hættur í þessu fyrir svartan ef hann gætir ekki að sér. Já. Sjáum til dæmis að það er mjög erfitt að snerta við þessu Esjupeði. Biskupinn svolítið óþægilegur hérna á G5. Já, þetta peð er náttúrulega bullandi leppur. Og drottningin svolítið bundin að því að hún á ekki marga góða reyti, þannig að það er smá áskorun fyrir svartan að ljúka almennilega liðskipurinni. Já. Hefur kannski ekkert svakalega mikið verkefni til dæmis ef hún fær út af kantinn hann á A5 eitthvað slíkt. Það svona hefur voru lítið upp á sig, en enga sigur þá er Símon samt að tefla mjög hratt og með mjög betur tíma strax. Já, með gruna nú, hann hafa nú eitthvað lítið að hann sá þetta. Já. Já, og vandinn er líka að þó að svartin á að færa drottningun eitthvað og leika síðan E6, þá gerir hann í rauninni voða lítið nema bara skilja D6-peðið eftir. Já. Það er svona eðlilegt að vilja henda þessum rittar eitthvað í burtu, af því að hann stendur vel hérna. Akkurat. En nú er spurning hvað Jón Trausti gerir með tímann sinn. Hann hefur nú átt að til gegnum tíðina að fara frjálslega með tímanótkunum sína. Já, mér fannst til dæmis að þarna ég meina að drottningi fer bara eitthvað, skiptir ekki öllu, það Nei, einmitt. Frekar að eða ekki 20 sekundum í það. Þetta er bara svona stutt verkefni, færa drottninguna, valda EP-ið, það gæti farið kannski á E3 líka. Ok, nú fær hvítu biskupaparið, það er svona sem hefur ekkert mikið að segja ennþá. Ég myndi nú samt törfa núna á E2 bara, eða ekki? Jú, það er mjög eðlilega leikur. Biskup 1 og 2, halda biskupum inn. Og svo jafnvel bara fínt að láta þessi biskup aftur lúra bara. Já, þessi biskup getur falið sig til dæmis hérna á F1. Það getur nú bara farið bara heim báðir sko og það er ekkert að því. Hann fyrir þetta að hafa 4. Og já, Símon ekkert alveg sáttur sko. Nei, Jón hlýtur að vera komið með örlítið betra tablet í byrjunin og þetta er svona ekkert, já. Ekkert auð fyrir hvítan, afsækja svartan að finna. Nei, það er auðvitað málið í þessu afbrigði. Það er ekki alveg kannski augljóst hvað besta planið er. G5 er... Já, þetta er svolítið svona committa-leikur, svo við slettum nú. Það er gaman að sletta á Símon Invitational. Já. Þetta er kannski merkjum að Símon vissi ekki alveg hvað planan átti að velja. En mér, svona við að sjá þetta í fyrstu sín, líður eins og hann sé frekar að veikja reyti heldur að gera eitthvað annað. Setur utan á C5 ætti þá kannski að valda einhverja reyti með því að leika E6, en eins og þú bentur á áðan, þá náttúrulega veikjum við D6-peðið, en hann er nú tímalega held ég að leiki með svo drottningi E7 og setja svo hróka D8 og já, passa upp á þetta. Ætti svona ná að passa upp á þetta. Einmitt. Hérna það hvítur sko, hann þarf að passa tíman. Ok, já, einmitt, leika bara eitthvað svona leik. Biskup F1 var leikur, tvöfald dílinni fínt. Já. Bara gera þetta hratt. Einmitt, já, Jón þarf að fá eitthvað tempó í þetta. Já. Það orðið mínúta. Já, þetta er bara mjög vöndu tafnumska af þeim strákunum. Já. Það er eiginlega bara eins og báðis ég hef búin að koma mannunum sínum á bestu mögulega reytina og spurningin er hvað svo? Já. Athyglisvert. Hér, já, þetta er G4, býr upp á kaup. Já, og þetta peð á D6 er orðið svona aðeins. Já, ég myndi nú bara taka á G4 og leika svo bara biskup E5, eitthvað slíkt. Já. Svona aðeins að stoppa upp í þetta. Þannig að rittarið er upp á G4 og svo skjóta þessum biskup á E5 og taka jafnvel á sig tvípeð. Það þarf ekki að vera slemt þetta tvípeð, valda ýmsa reyti. Já, mann finnst þess að hvítaritabiskupinn, það hvítum hann svona, já, sér svolítið langt í að hann fái svona einhverja góða skálinur. Hann leikur bara H6. Slíkum stöðum, ok, H6, já. Segir svolítið pass kannski. Við sáum það ef að Símon hefði drepið hérna á G4 það var möguleiki fyrir Jón að drepa D6 en þá hefði Símon getað tekið það með rók og fengið þá 2 menn fyrir rók og peð ef mér skjáttlast ekki. Já. Sem hefði verið fínt fyrir svartan. Ég held að þetta sé góð taktík hjá Símoni að bíða bara rólegur og láta Jón finna bara eitthvað að gera. Jón er alltof hægur núna sko, nú fer þetta að vera hættulegur. Nú er hann rauður í miðtöflunni, það er ekki gott. Tekum við biskup á E5. Nú kannski bara skipta upp í núna jafnt. Akkurat tók hann samt ekki frekar með rittara af því að þessi rittari lögur svarti leikur H5 til dæmis núna þá á hann enga góða reyti þessi rittari. Nú líst mér ekki á þessa ákvörðun hjá Jóni. Hann er búinn að hleypa Símoni þarna inn og
komin inn á hann og Það gæti enda illa. já, á alls konar svona potleiki, nú setur hann peð á B2, H5 geti og róðalegur, Biskupi getur komið á F8 og C5. Já, biskupinn getur farið þessa leiðin og Þetta er líklega orðið krítist á hvítan. nú fellur peð og annað. Já, A-peð fellur líka. Þetta er svolítið passíft, dróninga svartu það er ekki eins og að flýta sér. Ég held að H5 bara núna að vera fýll leikur og svo Biskup F8. Hann leikur F5, það er svo sem Já. H5 kannski örugur upp og veiki ekki eigin kóng. Mitt. Já, svo bara biskup F8 og biskup C5. Já. Þetta er bara búið, sko. Já, gefið á engi tími. Miður fyrir Jón, en það sem að klikkaði þarna var klálega, hann náði aldrei einhverju tempói í hraðan sinn. Algjörlega. Það var ekkert að stöðinu og hann tók eiginlega svona kjánan ákvörðun í rauninni bara þegar hann var komin í tímarak. Já. Þá var það Símon sem stýrir hvítumörunum og það er D4 sem að kemur nú ekki óvart hjá Símoni. Alls ekki, hann fyrir London-kerfið, biskup fyrir 4. Já. Símon er nú svona skynsamur og klókur oft í byrjunarvali, þannig að mér finnst eins og hann sem er duglegur að velja byrjunir út frá anstæðingum. Riddari D2, þetta nú einhvern tíma var þetta svona mesta nýmóðins afbrigði í London, ég heit nú ekki. Já. Og hér er drottning B6, það fórna hvítur átt peði, það er mikil teórið þar. Það er bara á C5. Úps. Svo þetta er bara B2. Það verður mikla flækjur í þeim stöðum. Já. Getur þú útskýrt fyrir okkur svona í grófum dráttum hvað munurinn á því að fara með riddarana fyrst á D2 í staðinn fyrir peða á C3? Ég held að sé fyrst og fremst bara vandræði með þetta B2 og líka það er ákveðin aðbreyða sem svartaleikur biskup F5 sem við losnum við. Aha. Það kannski, já, og knappa tími fyrir okkur til að fara eitthvað og djúpt í það. En það var eitthvað svona maður slettir nú eitthvað svona núansar Einmitt. í þessu til að forðast, já, afbreyð sem að menn voru eiginlega búin að kæfa svolítið. Já. En já, þetta er nú nokkuð klassist hjá svörtum að setja pressu á F5 en hérna á hvítur náttúrulega F4. Það er möguleiki. Fristandi. Svona þekkt hugmynd í þessu og þá var hann komið með svona grjótgarstöðu en biskupinn kominn út fyrir keðjuna og getur blandað sér í sóknina á kóngsagnum. Þetta getur verið mjög óþægilegt fyrir svartan ef hann bregst ekki við á réttan hátt vegna þess að hvítur fari mjög fljótt sókn í þessu. Ég er oft hrifinn af því að ég held að svartu verða Shanghai þessu riddar á C6 einhvern veginn og E7 og svo annarkvort F5 eða G6, líklega F5 helst. Já. Getur þá einmitt notað kannski D6-reitin líka kjölfæri til að riddara. Já, til að komast á þessa veiku reiti hérna, hvítaritinu, einmitt. Þannig að spurningin er hvort að hann í Jón sé svona mögulega ekki alveg með þessi klassísku plön í þessum stöðum á hreinu. Já, hann þarf að gæta að sig núna. Nú er hvítur eiginlega bara með bein og hótun að taka á F6 og jafnvel taka á H7, drottning H5 eitthvað. Já, þetta er orðið nokkuð slægilegt. Þú veist, riddari D7 með sér ekki leikur þá hérna hefðu einhverja fórtið drottning H5 og byttur bara H7 leið í loftinu. Einmitt. Þetta er svona, þú veist, jafnvel leikur eins og hrókur F3 kemur til greina. Taka F6, svo hrókur F3. Já. Drottningi getur komið út. Það er þetta að sveifla mönnunum hérna yfir báðum í rauninni þungumönnunum á F3 og H3. Já, og svartur er svona. Jafnvel íta þessu G-peðastað. Já. Svartur er hins vegar ekki alveg kominn nógu vel að stað sjálfur að drottningavík. Þetta er svona krefjandi stað á svartan. Hann er samt að passa tíma sinn aðeins betur en í fyrirskákinni. Já. Það ekki. Hann leikur hóknum, já. Og nú þyrfti Jón að fara að hafa ágjur af drápi á F6 eins og Ingvar talaði og jafnvel fórna á H7. Hrókur H3, drottning H5. Þetta er svona klassist plan í þessu. Já. Þetta er allavega ekki þægileg staða til að vera með í svona stuttum tímamörkum. Alls ekki. Af því að plan hvíts er svolítið svona teflir sig sjálft svolítið. Já, svolítið straight forward. Hér er jafnvel spurning bara að reyna að stoppa upp eitthvað allt sem á leika bara G6. Já, vonaði besta. Já, hann gerir það. Hann hlýðir Ingvari. Já. Símon líklegur til að halda áfram með, já, leikur hókur á 3. Spáði að GP fara að stað fljótlega líka.
og tíminn, já, það aftur farið að skilja milli tímanu líka. Nú held ég að Jón verði bara að leika B4 eitthvað og vona það besta sko, og hann bara tefla svolítið hratt núna. Já, sýnst það. En það má geta þess að Símon Þórðarsson teflir frá heimahögunum fyrir norðan. En Jón hérna á svæðinu hjá okkur í stúdíónu. Jæja, ok, hann var bara alltaf lengi þessu, hann leik B4. Já, Símon þarf ekki að hafa kannski miklar ágjörð þessu strax, hann getur nú bara brunnast á Kóngsvagnum. Myndi ég halda. Hvernig er best að þróa sóknina? Bara G4 eða hvað? Þess vegna sko. G4 taka F6, taka G5 og bráningun á hálínu, eitthvað svoleiðis. Já, til dæmis. Það getur verið fínt sko. Mér finnst þessum hugsa óþægilega mikið. Ég veit að vinur minn Gauti Páll var búinn að leika G4 fyrir löngu síðan. Fyrir löngu síðan sko. Já. Ég ætla að virðist vera að við værum ekki með svona liðlegan tíma í sömu stöðu. En já, ég myndi ekki vilja hafa svart og sérstaklega ekki með hana tíma A5, ég veit ekki alveg, það ætla að reyna biskup A6, það svolítið hægfara. Já. Já, það svo sem eðlilegt að vilja skipta upp á þessum biskup, vandinn bara að hvítur ekki neittu til þess, hann getur alltaf bara hörfað. Já, bara alltaf hörfað á C2. Jafnvel ekki hróku C, nú biskup B1. Já, þess vegna. Því að skipta. Hann tekur F6 og leikur svo vantalega G5 í kjölfarið. Tekur fyrst á C6 reyndar, ok. Já. Svo G5. En þá náttúrulega biskupin að G7. Þá svartur ekkert máta hálínni. Það svolítið munur. Já, þetta komir aðeins óvart. Hann getur fara út í þetta svona. Já, það nefnilega ágætt að hafa hann riddara þannig annarkvort sem þetta neyða hvítan til að taka á F5 og fá hann að þetta tvípeð og þá kannski hægt að manúra hinu riddarann með F6 í einhverjum stöðum. En það líka Símon að gretta þessu núna. Hann kannski sér eftir þessu. Já, núna staðan kannski lifna við. Biskup A6 og nú má hann svo fara að taka á hérna, að Daniel 4. Já. Fljótlega. Enda hróka á B og C-línuna. Já, ég meina nú bara Jóntust alltaf komið bara betra. Nú tökum við bara svart. Nú þarf hann bara að fara að passa tempóið. Allt og lengi að leika eðluleik. Come on. Tekur yfir C-línuna og kannski hann svona aðeins hann áður fyrir stressinu. Þetta er óþægilegt. Og hann í E3. Hinrókin í geimi takk. Ok, ítir þessu aðeins. Já, það má alveg fara eitthvað áfram. Tekur B3-röðinni á. Núna mátt að fara í bílununa, gjarnan. Já. Já, tvöfaldar. Jón Trausti kannski sjá fyrir sér að reyna að vinna þetta A-beðin, þannig samt ekkert svo auðvelt. Hvíti ekki tvöfald á annar röðinni. Ok, hann verið skýna alltaf tvöfald á þriðjurreiturinn, það er svo sem gerir við að lítið. Já, hann fyrir tilbaka. Hættur við þessa hugmynd og leikur það kannski frekar A3, nei, skákar á C2, en ok, þá kemur hinrókurinn E2. Ég held að svartu verið að halda hrókinn á allan daginn. Já, en nú held ég að Símon sé svolítið búinn að jafna þetta út aftur. Já. Og nú er þetta bara spurningum tíman. Símon hefur örlítið betri tíma. Svolítið snúist, nú held ég að reyndar þetta E3 er leiðilegt. Þetta er svolítið óþægilegu leikur, biskup B4. Hróku C, kannski næsta leikur. Hróku C núna. Þá getur hann skáka peð af. Já. Hann náði að snúa á hann hana, þetta var skemmtilegt. Þá getur hann farið hér, tekið þetta. Ok, hann snýr aðeins á hann hana. Hróku B2, já, vel gert. Mjög góð leikur. Jón er að taka þetta. Þetta vandræði, þetta er bara búið. Já. Og Símon kom með verðtíma. Peð er að koma áfram, hann fer á A2 næsta leik. Það er engar hættur í borði hjá Sjónan T. Jón Trausta. Búm. Vel gert. Fallin. Stressi farið 1-1. Já. Mikilvægt fyrir Jón Trausta að koma strax tilbaka. Já, ég hefði bara alls ekki spáð því að Jón myndi koma tilbaka að vinna þessa skák. Nei, sérstaklega eins og hann þróast. Okkur fannst hann algjörlega í köðlunum. Og hérna skiptir Símon yfir í Philidor, hann nú telti áður hérna. Og hérna, ég maður rétti þetta biskup Esas-plan sem ég spurði svona mjög rannsóknar blaðamennskulega spurningar að hvernig þú vissir að hann telti það að staðaldri. Já. Þetta er náttúrulega
liðsfélagar á sín tíma. Jó, mitt. Skákfélagi Akureyrar. Það er rétt. Jón Trausti tekur sér mikið tíma og þá, já, tekur á D8. Já, þá fáum við svona tæknilega stöðu þar sem að svartur á ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur þó hann sem er kóngin á D8. Þá svona drottningarlaust miðtafl og svartur vill oft leika C6 og geima kóngin á C7 ef hann getur. Já, þetta gæti virkað óþægilegt fyrir þá sem að kannski þekkja þetta ekki, en eins og Ingvar segir C6, kóngur C7 er þekkt plan og svarti kóngurinn er ekki í neinum vandræðum þó hann sé hérna á miðborðinu vegna þess að drottningarnir eru farnar út af. Það er á A6, mér finnst það svona svolítið skrítið, yfirleitt eru menn í þessu plani sem ég nefndi og Já, ég velti fyrir mig hvort hann ætla að leika á kónginu E7. Já, eða jafnvel þeita þessum peðum eitthvað á drottningavengnum B5 og fela kóngin á C8, B7. Hann tefnir þetta allavega með það. E4 hafa nú ekki verið spennandi leikur fyrir hvítan, hann var bara svolítið að veikja peðastöðuna. Já, hann geti jafnvel þurft að drepa á F6 sem er mjög óþægilega svona vondur leikur að þurfa að leika. Já. Hann geti líka náttúrulega drepið á H5 en það er náttúrulega ekki partur af planinu í hann. Nei, þetta var ekkert af þessu partur af programmet. Sjáum að það, já. Tekur á H5. Það var vondur í hvítan að leika þarna H3 af því að þá hefði svartur getað drepið á G4 og þá opnast H-línan. Kannski skást svona úr því sem komið að leika bara H4. Gerir það. Já. Ég held að ættum að skipta upp á hvítritabiskum við spá 3 hvít leikur held ég. Ok, nú hóttar enn og aftur rosalega rætt tempói hjá Símoni. Já, mjög. Og þar Jón Trausti kannski aðeins að spá hvort að eftir Bistur Bresers hvort hann ætla að drepa G5. Einmitt. En þá getur drepa á G5 og D, betur nú ég. Það er svona smáflækir í þetta. Nei, það kvittir mig það. Það getur tekið afsæðis með peði og svo nýja G7. Já. Þannig að þetta eru bara kaup, ok, þetta nú samt að eða tími í þetta. Sjáum enn og aftur mikill munur, Símon er að tefla á gríðarlega hröðu tempói. Já. Hann drapa þetta með konga og E6, mér finnst alveg koma til grein að taka með peði þó er ekki skrítið. Valda þá hvítureitina. Valda þess að reyti D5 og F5. Við sjáum hérna, geta verið reyti fyrir hvítureitarna en hefði svart að tekið með þessu peði þarna. Það hafa nefnilega tekið yfir þessa reyti. Ja, það er oft svona stöðuleg hugmynd í þessu aðbröði. Já. Nú gæti þessi rittari á leiðinni hér og hvítur hefur auga með þessum reitum. Símon enn og aftur með fínan tíma, rúmlega mínútu forskot á klukkunni. Ég myndi, þó. Ég ætla að vera aðeins að passa sig. Ég ætla að leika svo rittari H7 en þá kemur bara rittari G3 sem er leiðilegur. Já, ég var að hugsa það sama. Ég myndi rittari H7 og rittari G3 fangar þá hennar hrók. Já. En ok, en að koma með hinn rittari F8 til G6. Já, það getur verið leiðin til lífsins. Þetta peð geta allavega verið tölvöru veikleiki. Já, þetta er svona liður í þessari veikingu peðakjöðuna sem við svona höfum strax áhugir af eftir G4 H5 sem kom á hann. En það má geta þess að Símon er í hörku formi, hann er nýkominn frá Færeyjum þar sem hann vann stórt alþjóðlegt mót. Vann alþjóðlegt mót í Færeyjum, það var virkilega vel gert. Já, Janus Open sem er svona nýr skemmtilegur viðburður hjá Færeyingum. Já, þetta er annars skipti sem haldið þetta mót. Svona minningamótum skákmann sem hétti með Janus. Já. Kongur E7, já. Ok, hérna hlýtur nú bara rittari F5 að koma sterklega til greina, taka á D6, taka á F4. Gæti svolítið hreinsa sporðið í kjölfarið. Já. Já, Jón er allavega með smá pressu á Símon núna. Gæti tekið jafntefli líklega ef hann vill með að bakka með rittarann. Já. Það er spurning hvort hann reynir ekki eitthvað hérna. Já, ég ætla að segja, ég hef að tilfengið að taka jafntefli bara. Farið inn í fyrstu pásana. Bara 1,5, hlýtur að sáttu við það. Já. Getur svona aðeins endur með þetta stöðuna, búin að losa taugarnar
og hann líka með svo slæma tíma, ég held að Já, það ætti nú bara að taka sér jafntefli. hann fyrir að vera rauður. Ég held líka, ef við förum ykkur kaup, taka DSS F4, svartökur H4, ef við missum þetta EP hjá hvítum, þá er svartum með 2 samstæð frípeð og Já, einmitt. getur verið svolítið svona erfitt. Þannig að Rittar D4 núna, þá samstæðan 3, þannig að ég spáði því að hann leiki því nú bara. Ætli það ekki. Jú, hann er komin í 18 sekúndur, já. Já. Hann var eiginlega galið úr því sem komið Það er jafntefli og það þýðir að staðan er þá 1,5. Já, þegar við förum í örstuhlýja og komum með framhaldið á þessu einvíi eftir skamma stund, fáum fyrst nokkrar auglýsingar. Ekki fara langt, kæra áhorfendur. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferða þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, sælir aftur kæra áhorfendur. Þið eru að fylgjast með einvígi Símon Þórðarsonar og Jóns Trausta Harðarsonar, staðan 1,5 þegar að við erum að koma aftur hérna úr pásunni. Ingvar, þetta fer bara ágætlega stað. Jón, kannski aðeins svona ryðgaður í byrjun en náðu að vinna sín í þetta?
Já, þetta var kannski eins og maður bjóst við, menn er oft svona smá stressaðar og kannski svona óvanir í fyrstu skákunum. Já. Og við höfum kannski smá ágjörð því að þetta er svolítið einhliða einvíi þegar leið á skáknum með 2, 1 fyrir Símon og hann var komið með svona mjög hættilega sóknarstöðu og Jón Trausti í tímavandræðum. En mjög mikilvægt og kannski svona ákveðin vendipunktur, það kemur í ljós, hann sneri þeirri skák og nokkuð öðru jafntefli í þriðjuskákinni, þannig að það er 1,5. Jón Trausti komið inn í þetta, hitt hann frammi, hann er brattur, búinn að losa við stressið og bara, það verður gaman að fylgjast með þessu. Einmitt, og það verður áhugavert að sjá hvort að Símon hristir eitthvað upp í byrjunarvali sínu í næstu skákum. Ég veist svona, eins og við talaðum áðan, einkennandi fyrir Símon að vera með byrjunarnar vel undirbúnar fyrir einvígin, en ég spáði því nú að hann haldi sig við sömu vopn. Já, ég ætla nú að spáði, mér fannst nú þótt hann hafa tapað þeirri skák og fannst mér nú skák nr. 2 þróast vel fyrir hann í London. Þannig að menn hafa ekki tíma til að bæta byrjunarnar hérna milli skáka, þannig að ég myndi bara varpa sem byrjun fram og spyrja Jón hvort hann sé með eitthvað sögur. Einmitt, Jón valdi kannski ekki nákvæmasta mótsvarið á móti London-system. Ekki sammála því. Jú, hann var greinlega ekki alveg. Það var ekki alveg með þetta hreinu. Nútum kunnur hana, en þeir, eru komin á stað eitthvað? Já. Herri, já, það er 1-4, það kemur smá á orð. Ok, hann skiptir rekur þetta allt voni okkur aftur. Er Jón, maður getur eiginlega bara giska á byrjun út frá því hvað Dag Ragnarsson teflir. Er þessi Jón Trausti farin að tefla Petrov og þess vegna leik hann biskup C4 eða hvað? Já, þetta er bara mjög góð pæling hér. Nei, ég hef nú séð Jón bara tefla dálítið svona klassískan spænskan leik á svörtum mörnum. Þannig að ég held að sé nú að fara með rittarinn á C6 í öðrum leik. Það er svona spá í af hverju Jón Trausti, nei, Símon var að leika biskup C4 í öðrum leik. Já, ég mitt. En allavega, rittari finnur 63, Jón Trausti tók sér smá tíma þarna. Við erum sem sagt með, biskup C4 í öðrum leik kallast biskupsbyrjun og með rittarana á C3 og peð á F4 þá er þetta, ég gengur þetta undir nafninu Vínarbrag, þegar maður rétt. Og hérna, transpósa yfir í Vínartafl. Já. Og Jón drepur hérna á F4. Já, er það ekki svolítið svona aðeins að gefa eftir miðborð, því að svartur á ekki svo glatt með að leika D5, hann er svona aðeins passífur. Til dæmis að núna finnst mér hvort að biskup G5 leppinu hafa ekki bara svolítið óþægileg í þessari stöðu. Já, hann leika bara G2 og alltaf langkróka en G5 óþægilegur. Plan Hvíts að tefla einhvern veginn svona virkar einhvern veginn mjög þægilegt og jafnvel kongsókn ef Jón velur að hróka stutt. Þetta er mjög þægilegt. Á mörgu leyti það má segja þetta sé London-systemið skipta á vangjum á mörgu leyti. Já. Biskupin á C4 alveg eins og biskupin F4 og keðjan sko. Athyglisvert, já. Ég var ekki alveg búinn að sjá það fyrir mér. Já, það var þjóðlegur. Mitt. Hann leikur drottning D7 og Jón kannski ekki eða við að fela kóngin sinna á drottningangnum, hrókar langt. Allavega haldaði opnu. Gæti verið smeykur í það sem að Símon er að sjá fyrir sér á kóngsagnum. Nú fer D4 að fara að vera hugmynd, möguleiki fyrir Símon. Já, D4, D5. Klassísk svona trikk. Þannig að Jón tekur valdið á D4-reitnum, hlýtur ágætuleikur, stoppu upp í það sem að Símon ætla sér. En aftur er búið að gerast það sem að gerist í fyrri skákunum, einhvern veginn Jón Trausti allt í einu bara mínútu undir á klukkunni. Já. Og maður er að passa sig á þessu. Það eru hér nokkur á arena svona stuðningsmenn Jóns, þeir voru svona aðeins að tala um það við hann að passa betur að lenda ekki svona svakalega undir á tímanum og eiga svona lítið tíma eftir eins og hann eiginlega tapaði fyrstu skákinni bara út af það. Það var ekki dagstöðunni, það var bara jafnt tafl en það fór bara svona eiginlega að eitthvað dröllum allar svona út á tímanum. Já, einmitt. Ok, þetta er svona bara þægilegt á hvítan. Svartið þarf að fara, hann er stuttrákar, ok, þetta er fyrir ekki að vona að mynda langráka, en neini, það er mjög svolítið stuttráka bara. Hvítur kom með allt í hennu svona smá kýtl hérna á kóngsagnum. Smá svona einhverja pælingar á F-línunni.
gæti komið til greina að fórna þessum hrók á F6 einhvern tímann og koma drottningun í spilið. Til dæmis, já, þess að fara eitthvað reynilega D5, hann kæmi þetta greina að taka. Ég geti reyndarskotið inn í D4 og slíkt, en nei, það nú kannski ekkert við því. Hrókur F8 hjá Jóni og nú Símonurinn að sjá fyrir sér hvernig hann getur töfrað eitthvað fram á kóngsvagnum. Já. Þetta er svona svipað á hann, svona þægilegri svipað á þegar Símon hafði kvitt á hann. Svona þægilegri staða, erfiðar staða á svartan af því að hann er svona undir smá pressu. Hrókur A1 eða tvöfaldar hrókana. Bara svona H3, ok. Já. Ætti vona svona snögguleik hjá Símoni, halda áfram að setja pressu á klukkunni. Einmitt. Já, tvöfaldar hrókana fannst mér bara einhvern veginn liggja beint við. Já. Ok, Jón aðeins að reyna að laga stuðuna. Já, svolítið passífur ennþá. Ég átti mikið á aftur hann að halda áfram að vera passífur og já, hvað getur hann gert? Þetta er óþægilegt. Já, þessi er mjög óþægilegur. Vegna þess að hann virðist þurfa að drepa. Þá er hann í F7 og B7. B7 reyndar er hægt að vinna tilbaka með hrókur B8 tekið á B2. Já, en eða hvað, hrókur tekið hrókur B8, biskup D5 og svo setja biskup á B3. Það er svona þekkt minnstur að loka hrókin þar inni. Kom jafnvel til greina, en nú gæti Jón mögulega verið að reyna að losa sig við þennan biskup riddari C5. Það er allavega möguleiki. En hann vill fara í drottningurskipti sem er mjög eðlilegt. Já, hún er B2, þannig að Símon þarf að hugsa sig já, og fyrir kaupin. Gæti þetta orðið svolítið óþægilegt að valda þetta F7-piði framhaldi. Já. Eins og núna. Heldur við ná nú alveg að, já, ok, þetta er F6. Og ef G4 þá bara G4 H6. Og þetta hangir svona. Hangir saman svart. Hann hefði nú reynda að geta leikið bara G4 H6 H4. Já. Af því að hún er G4 og hún er F7. Nú ætla Símon með hinrókin á F5 já, og hún er F6, þá nú eða tími það. H6, ok, sleppu til. Ef hrókur G3, þá rittar H5 F4. Já. Möguleiki. Nei, það er ekki góða leikur. Jú, það sleppur alveg. Af því að getur ekki leikið G3, þá er hún á H3. Rittarinn kemur svo G5 og valda. Já, það er rétt. En hann þarf að, já, gjöra svolítið drífa sig að finna ykkur leiki hérna. Hrókur E7, allar að svona reyna að valda F7, hóta kannski að leika riddari D7 og losa riddarann, kongur G8 kannski aftur núna. Svo riddari D7 C5, reyna að stökka við eins og biskup. Eða riddari E8 D6 til að valda allt. Einmitt. Já, þetta er mjög... Já, vel gert. Nú losar hann við biskupinu og þá er þetta nú orðið jafnteflislegt. Það getur tekið þetta og einfallega tekið á B3. Einmitt. Nú þarf hann bara að tefla sér að G6 er nóþara viking. Já, svo sem allt er lægi en what's the point? Já, mann er kannski sjá fyrir sér að losa kongin eitthvað út en þetta var kannski óþarfi venni að það bara tekið biskupin eins og Ingvar sagði. Gefur hvítum kannski séns á að komast eitthvað inn, hrókur F6 og eitthvað pota. Ætti að vera lægi. Að samaskapi þá svartu kannski möguleika að leika hrókur H8 H5 og núna geti allt í náttúrulega G5 peður veikt. Vissulega. Mér hefst áhugaverð þólum að hjá hann að taka ekkert bara strax á B3, það liggur ekkert á því. Já, við sjáum ef biskupin reynir eitthvað að bjarga sér þá er möguleiki fyrir svartan að íta þessu peða stað. Já. Og jafnvel A-piðinu líka hafa svo byrjundir. Já, hann geti jafnvel bara og hefði kannski átt frekar en að leika kongur G7 og leika bara A5, ég veit ekki. Já, A5 hefur þá hótað A4, nú leikur. En nú þarf hann að taka, nú er hann að setja, sko, En kannski er hann alveg sama. Nei, já, að því biskup C2 er E6. Hann vill bara koma hér. Hann þarf að valda það hrókurinn H8. Það fyrir þarna alltaf leið. Gæti Jón þess vegna snúið þessu við núna sko, ef hrókurinn kemst að H8 og þá þarf Símon að fara að vanda sig. Ætlar hann að ná allir vinningunum bara með svörtu. Hann er nefnilega merkilega segur hann Jón Trausti, hann er svona úrragóður oft og... Já, ég hefði vel sjá nefnilega, já, ok, þetta er allt í fínu lagi. Hrókur D8 núna, já. Já, svartur alltaf komið með svona smá pressu. Mér finnst eins og hann, Jón Trausti sé aðeins, komið svona í takt í stöðuna. B5. Sjáum að það eru báðir eldreiður á klukkunni og nú fer þetta svona spurning bara hver hendlar það betur. A4, ok, tekur ykkur reytið þannig, en erfiður fyrir svartan að leika. Það hvítur með þess að pressa á F7. Setur hann ekki riddara bara í SS núna?
Gæti Nei, þess vegna verið endur taka leiki bara. Hann gæti sett hann á S-lags og Já, þá var hún svona óþægilegt einmitt. villan. En nú er hann það þarf að passa tíman maður. 4,6. Já, þeir endur taka. Það aftur endurtekning. Jæja, en ég held að Jón Trausti mig aftur við lifuna út af tímanum. Já, klálega. En ég held að hann hafi nú verið komið með betra taflana. Svipað í skák nr. 2. Svona undir pressu lengi vel en ná að snúa þessu. Og núna enn Símon ætlar ekki að láta ná sér inn í landhelgi og skiptir byrjunir í hver einustu skák. Nú er það Caro-Kann. Já. Fyrst það var Sikilever. Nú er það Philidor. Nú er það Caro-Kann. Hann hefur ekki viljað endur taka það sem við sáum á hann og Jón drepur hann á D5. Þetta svona eitt af þessum, hvað maður að segja, systemum svona. Já, þetta Sniðugt í styttir skákum og ég að fara svona auðvelda liðskipan. Trausti aðbyrða hvítan, ætlar að reyta hann A3 eða hvað? Ég myndi að halda það, já. Er þetta ekki svolítið eins og biskup Dísas aðbyrða hans Vignis, mörguleiti? Jú, mitt. Nema hvað? Símon leggur. Já, G4, ég nú ekki með. Kannski örlítið snemma á ferðinni. Já, eins og Ingvar var að tala riddari A3 og hóta kannski hoppin á B5 hefur komið til greina og riddarinn hefur þá getað sveiflað sér yfir. Já. Hinum megin. En það er eins og þú segir, þetta á mjög margt sameiginlegt með drottningabræðinu, uppskiptaðabrinu drottningabræðinu, sem að hvítur leikur F3 E4 ef hann getur og svartur að reyna nákvæmlega sama hér. Ég raun að vera alveg nákvæmlega sama peðastaðan. Undirbúið hennan E5 leik. Já, spurning hvað hvíti gerir núna. Ég veit ekki hvort að B5 er kannski freistandi en ég held að sé ekkert sérstakur. Svartur leikur bara leikir svo kannski riddur A5 eitthvað slíkt. Já, Jón er bara þolinmóður en nú þarf hann aðeins að passa sig. Svartur er búin að ná þessu breyki, F5 breyki sem hann vill ná í þessum stöðutypum. Já, og þetta er yfirleitt stór sigur ef hann nær þessu vegna þess að það getur komið einhver peða stormur hérna í framhaldinu. Sem er erfitt að eiga við. Já, þetta er orðin svona óþægileg hótun. Hann getur byrjað þessu leik drótning B3. Það þýðir það E4 svar með biskup E4 út á leppurni. Línunni þess vegna víkur kóngurinn undan og endur nýjar hótunina E4. Klókuleikur hjá Símon, hann fljótur að leika þessu. Ég ætlaði nú að segja að einhverjum hefði kannski getað dottið í haugstöðun áðan að hvítur mætti drepa og kannski taka á H7 og skáka á G5 og koma með drottninguna en að því að svarti biskupin kemist á F5. Það er svona góð þumbutaregla ef að svona skálínumæður biskup eða drottning kemst á þessu skálinu frá H7 til B1 þá gengur þessu fórn ekki upp. Gríska gjöfin eins og hann er kölluð. Enn og aftur yfir mínúta Símoni í vil. Og Jón er aftur komin í svona stöðu þar sem maður einhvern veginn erfitt að finna plan. Já. Það er svona, ég vil eiginlega ekki taka á F5, manni finnst svo það að opna F-línuna svörtum í hag. Getur fyrir hún í H3. Þannig að, já, þetta er orðið svolítið, og það er eitt mjög slemt í þessu, hann á enga sérstaklega reyti fyrir hennar riddara. Leið á F4 kemur og þá á hann ekki lengur H2 reyti fyrir riddaran. Einmitt. Þannig að hann er eiginlega í svolítið miklu vandræðum. Já, þegar þú segir það þá er þessi riddari dálítið ólukkulegur af því að ef hann fer á H2 þá kemur E4 sem opnar þá skálínuna hér. Fyrir drottningun og biskupinn er á H2-ritin. Biskupinn klunalegur, hann er eiginlega fyrir. Ég held að hann er bara ekki að finna leik hérna, sko. C4, þetta er bara svona reeks of desperation, sko. Já. Ok, ef núna E4 þá ætlar hann hvað að taka á D5, jafnvel. Hér kemur hreinlega til greina bara að fara í það, taka á F3, þú tekur á CSS, biskup tekur. Já. Og það standa öll spjót á hvítum. Það er rétt. Biskup H2 eftir að G2 kjölfarið er mjög sterk hótun þar. Það sem erum að hugsa þess að þetta er E4, drepið og taka þá með biskup og svartur þá með tvo mjög sterkar biskupa sem stefna hvíta kóngin. Tíminn hérna ekki að hjálpa Jón Trausta og hann fer bara í þetta. Taka á F3. Sýnist það, já. Ég sé ekki hvernig hvítur bæir hættunni hérna frá, sko. Þetta er alveg
Já, það er nánast bara mát. Já, hann er nánast bara mát, sko, eftir biskup. Já, hann tekur með riddara. Kemur á óvart. Já, ok. Hóta Mér fannst þitt bara svo, að því að þú ert meira sér vandra með, þú getur ekki leikið G3 eða G4. Einmitt. Allavega ekki G3. Það bara tekið. Jæja. En nú reynir á hvað Jón er úrræðagóður. Hann getur vissilega verið það eins og vorum að tala um áðan. Ok, hann valdi D4, hann gefur á móti B4. Ég sé nú ekki af hverju svartur má bara ekki taka það með riddara. Til dæmis. Það getur líka skotið inn í biskup H2 og tekið á G2 sem er svona Já. leiðilegt. Það er lúksusvandamál fyrir Símon, hvað hann har marga góða leiki hér. Hrókur C1, drottningi verður að víkja eitthvað. Loksins fær Jón einhvern svona tempóleik. Allir leikinn er svolítið erfiðir hingað til. Kannski eina góð hafi hvítustöðuna svartur á og marga vinnisliðir og geti bara rugglast. Nei. Já, ég treysti mikið af það, sko, anstæðingurinn hérna. Já, gangi eðlunur. Minnir á eina gamla góða setningu frá Jóni L. Þú teldir svo illa að þú fipaði mig. Teldir svo illa að þú fipaði mig bara. En já, Jón er enn á lífið þó að staðan sé ekki gæfuleg. Já, hvorki staðan í tíminn. Hann er nú samt bara 2 peðmyndir. Jú. Sem er ágætt að mörgu leyti. Drottningi getur ekki sveiflað sér yfir, svarta drottningin. Kennst ekki H5 og F5. Og ef að svartur fyrir eitthvað að gleyma sér, þá gæti hvíta drottningin mögulega einhvern tímann enda hér, en tökum eftir því að svarta drottningin ræður yfir 5. riddaröðinni. En Jón er væntanlega gæla við að leika riddari C4. Drottning D5, já. Og kemur riddarinn. Ok, engi riddar ekki að falla á B6, stoppar það. Hann svona reynir að halda þessu gangandi. Já, já. Jón. Ok, riddari D2, hann geti ekki, B2 svolítið passítt. Svo hóta Símon máti. Það fór að skipta minnum, já, ok. En F5 ætti nú svona meira minna að stoppa allt. Já. Þetta er örvænting hjá Jóni Trausta. Já, ég spáði D5 núna, hérna virkja svartaðarbiskupinn, gerir það ekki. Já, gallin er alltaf bara, eins og þessi riddara B2, hann bara er ekki með, þannig að við erum meila, já, ok, já, það er nú kannski sigur að skipta húnna þá upp. En Símon væntanlega skiptir bara upp og stýrir sigurinn heim, ég held að það sé ekkert annað. Nokkuð. Annað að fara að gerast. Nokkuð öruglega unnið á svartan. Sérstaklega þegar hvíti getur ekki skipt upp í svona stöðum. Það er alveg skellulegt. Smá séns á okkur áleika svo finnur 4. Nei, já. Langsótt. Tekur hérna B5. Já, Símon er að stofna til ennfrekar uppskipta, ok. F4 hlýtt, nei F4 hann má taka það kannski getur verið afleikurinn í stöðinni. Já, það er smá máti borði hugmynd. Já. Ok, það er svona fræðilegu möguleiki hjá Jóni að hanga á þessu. Vandinn er samt að svartur getur svolítið spilað þessu trompi út með F-beð einhvern tímann til að grafa undan D-beðinu. Já, stoppar það so far. Þetta er ekki alveg búið. Þetta væri nú alveg ótrúlegt ef hann myndi fara að halda þessari, sko. F4 núna, byttu nú, já, er hún í D4 náttúrulega. Já, hann verður bara að taka þetta anyway, sko. Það er ekkert annað að gera. Já, ok. Möguleiki fyrir Símon að skipta upp og fara í endurtaflið. Það hlýtur að vera inni. Myndi nú halda það eitt að hafast. Þannig að þjarma þessu. Ég held að hann megi fara í endurtaflið með þessi smátæknilega úrvinnsla, en fripaði hálínni. En ok, Jón gerir rétt, hann setur þegar hann hvítareiti, kongur H4 og þinga, eða nú er þetta bara, hann kan bara tekja H5. Já, já. Ok. Hann sá það núna. Já, hristur hausum bara, kongur H4, laga það. Já, það sem Ingvar á við er kannski möguleiki hvíts felst í því að ef það yrðu uppskipti til dæmis á G og H-peði og svartur var eftir með hrók og H-peð á móti biskup, þá eru jafnteflis möguleikar því ef að peðið fer of fljótt af stað. Já, hann að geima það á H5 er það ekki rétt herra skólastjóri. Já, hann má allavega ekki spila því trompi of snemma út og þetta er mát í stöðunum. Já. Ok, hann þurfti nú ekki að hafa fyrir úrvinnslunni meiri það. En þetta var nú vel gert hjá Jóni að ég halda út þetta langt. Því þetta var nú sannlega kóltap á taflana. Þá er staðan orðin 3-2 sem þýðir bara eitt. Já. Ef að Símon Þórðarsson sem stýrir hér hvítumönnunum tapar ekki þessar skák. Það er að segja jafntefli eða sigur á hvítt
kemur Símoni áfram í 8 manna úrslit. Þannig að Jón... Jón... segja að þetta sé do or die fyrir Jón okkar. Já, hann verður að vinna hér. Ég hef verið að vinna Jón. En það er katalónsku byrjun. Já, Jón fer í lokaðabriðleikurinn að C6. Já, án þess að skáka á B4, hann nú vinsælt svona síðustu missurinn að byrja á skákinu á B4 og hörfa og svo. Já, náttúrulega rindilega aðeins svona, hvað var að segja, ekki eðlir heldur svona ideal liðskipin hjá hvítum. Láta til dæmis biskupi fara D2 sem vil frekar vera B2 eða hinn riddarinn á D2 sem er nú C3 annarkvort. Þú fá ekki alveg svona auðvitað liðskipan. Biskup A6 en það ætti nú B3 að vera nokkuð svona sjálfvirku leikur. Já, myndi halda það. En Símon hugsar. Já, áttum ekki alveg hvað hann var að spá þarna. Þetta er D7. En það hvítur já, leikurinn er okkur D. Það er ágætt að halda valda á þessari drottningu á D3 ef að hvítur skildi ekkert hann leika E4 þannig að svartur eigi svona engin taktisk skot á D-línunni með Já, eins og kannski taka eitthvað staðar og leika svo riddari til með C5. Einmitt. Hún leikar á C5 sjálfur. Þessi drottning náttúrulega styður vel við plön hvíts en hún er stundum kannski einhver skotspott hana. Þetta er alveg klaufaleg. Já, þetta er alltaf lagi hjá Jóni og 5, já. Það sem er kannski framför núna er að hann er með litið betri tíma en Símon. Já, það er nýtt. Það er nýjung. Það er svona aðeins að já, áttu þess að því hvernig hann ætlar að losa spennuna hana í tengslu við D5 og ég held að hróku C8 sé réttur leikur. Já. Ef hvítur tekur á D5 er þá ekki komið eitthvað vesen meðan að C3 riddara eitthvað leppanir. Já, eitthvað slíkt. Riddari E4 mögulega. En hvað gerir svartu við sína drottningu? Þarf hann að víkja einhver staðar? Smá vanda líka. Það ætti hann kannski bara að leika riddari E4 samt. Við reyna að opna sílínun eitthvað frekar. Já, það gæti kannski verið leiðin til lífsins eða hvað. Hörfar, það er svolítið passitt. Ég gæti, já, þetta er G5 skemmtilega leikur og nú opna svona ýmsar taktískar leiðir eins og til dæmis hann leikur H6 sem stoppar það en hvítur var að gæla við að taka til dæmis með riddar á D5 og taka svo F6 og riddarinn og drottningin mynda saman svona mátteimi á H7-reitnum en H6 stoppar það að en alltaf Símon að svara þessu leik. Það er kannski svolítið yfirborðskenndur leikur riddar G5. Já, getur verið. Hvað er það núna? Bara spyrir spurninga og Símon virðist vera að reikna eitthvað. Virðist þurfa að fara tilbaka. Hann spá í, já, ekki að hann tekur með riddar á D5. Aha, ok, þetta er nú svona taktíska skota sem ég var að spá í en... Já, skemmtilegt að þetta virkar en hugmyndin náttúrulega ef að Jón drepur G5 þá er þetta að drepa hennar riddara og drottningi fellur. Já, er það þá hrókur og kall fyrir drottninguna. Einu möguleikin er E-drepa D5, biskup F6 og H-drepa G5, er ekki svartu manni við þar? Sýnist það, ég sé ekki alveg snildina, verða viðkynna. Nei. Ég nefnilega einhvern veginn... Símon að misreikna sig hérna. Já, er það ekki bara? Ég var einhvern veginn lokaði fyrir snildinni. Að leiðu hann leik hásins þá hætti ég að skoða þetta. Mér fannst einhvern veginn, já. Sýnist Símon hafa eitthvað talið vitlaust hérna. Hann er alltaf einu mann undir. Hefur einungis 2 peð fyrir riddara. Já, hérna var aldrei þess að... Það er ekki nóg samkvæmt mínum útreikningum. Nei. Það þarf að sprikla úr sér líftóruna hérna til að tapa þessu ekki. Þetta er eina 6. Já, við erum þá kannski bara að fá... Já, ég veit ekki tjengsa neitt. En hér er möguleiki á bráðabanna.
Sudden Death. Það nú alltaf skemmtilegt. Já. Við drögum hvora hvíti fyrir, eða sérstu fyrstskókinni, það ekki rétt? Mér minnir að reglurnar segi að þeir haldi sömu litum. Já. Og ef jafnteflið þá Það skiptar að lit. Hann teflaðar áfram bara. Já. Ok, 1-4. Það er svona, já. Jón Trausti vill ekki alveg drepa endilega á D5 og gefa hvítum frípeð. En samaskapi getur verið erfitt að tefla í kringum hennar biskup. Ok, hrókur D8. Jón með 30 sekúndur núna á klukkunni. Já. Ætti að hafa þetta ef allt er eðlilegt, en menn hann leikur ekki leik eins og G6, ok. Hann er ekki á þeim buxunum. Bara koma mönnum að betur eitt í drottning F5, hrókur D6, hrókur F6, G4, eitthvað svona. Hann má alveg splæsi G4 í einhverju stöðum og líklega bara þessari. Já, minnst það bara, ég nú bara, já, ok, haldi þessu innan bara. Minnst það búin að gera vel að tefla bara í kringum hennar biskup og ekki gefa eftir. Það er ofta auðvelt að fara bara í ykkur kaup alltaf. Já. Gaf ekki eftir hérna frípeð og mikið mótspil. Og ef maður núna góð að stjórna stöðinni, myndi ég halda. Sýnst það. Tíminn orðin jafn núna. G3. Það er aldrei fyndið að hann kemur aðeins landri tempo í taflmennskuna í Jóni fyrir hann er orðin rauður. Þá fyrst fyrir hann að tefla eins og herfóringi. Já. Þetta er maður sem vinnur vel undir pressu. Já, hann er að sýna okkur það. Heldur betur, þetta var must win skákjónum. Ekki flóknar en það. Eitthvað svipur hann á Símoni, hann er ekki alveg ánægð með sjálfan sig. Nú drepur hann. Og hvað, hrókur FE8 eitthvað svo leiðis. Skákar G4, já. Ok, getur reynda líki F5, er bara að hleypa þessu aðeins í þvælu. Og nú þarf að fara að passa tíman, Jón, ekki svona mikið. Nei, hvað það grín við þetta? Tíminn, maður. Jísus. Æjæjæj. Þetta var ekki gott. Back in it, to win it, en þetta reyndi okkur, já ég týnks þetta, ég vissi að leiði þess að þetta verður kannski að fá eitthvað bráðabana. Já. Það var ó nei. Já, herri svona er þetta stundum, það var drottning í dauðan og þar með var innvíð bara farið. Ég eðlaði penna minn hérna, ég svekja sig að fá ekki bráðabana. Já, mitt. Sem sagt, Símon Þórðarsson sigrar þetta innvíð 4-2 og hann fer það áfram í 8 manna úrslit. Já, skemmtilega við, ég vantaði ekki spennu þetta. Já, þetta sveik okkur aðeins í lokin, við vorum farin að gíra okkur upp í bráðabannaskákan. Svona er þetta stundum í netskákinni. Þetta er betur. Þetta þýðir bara eitt. Við ætlum að fara núna í örstuttar auglýsingar og gera okkur klára fyrir næsta einvígi sem að verður spennandi. Það er stórmeistarinn Guðmundur Kjartansson og alþjóðlegi meistarinn Björn Þorfinnsson. Það verður gaman að fylgjast með því. Ég vona að þið haldið áfram að horfa kæru áhorfendur koma aftur eftir augnablik. Við tengjumst í gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots.
Ice Guys 2. Gegga. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, velkomin aftur að skjánum. Við erum að gera okkur klár í einvígi Guðmundar og Björns Þorfinnssonar og Ingvar, áður en við byrjum á þessu einvígi. Það er kannski verðt að minnast aðeins á styrktaraðila mótsins. Það er Símon, Ljósleiðarinn, Lengjan og Collab sem að styrkja þessu útsendingu. Enn og aftur. Og
og það þeir lengjumenn sem að settu stuðla á þetta einvígi og þeir hafa meiri trú á alþjóðlega meistarunum. Já, Björn herri á hraðskokkstigum og hefur svona Rétt, já. náð betri árangri þar, en náttúrulega í kappskák Guðmundur vissulega stórmeistari og stigaherri þar. En já, svona herri á stigum og gegnum tíðina náð betri árangri. Já. Húnnin eins og hann heitir, við ætlum að fylgja honum eftir á chess.com, það ekki? Já, við erum með Guðmund Kjartansson vegna þess að hann dró hvítt Já, ok. í fyrstu skákinni. Átt á því. Já, Guðmundur byrjar með hvítt, já. Þannig að við fylgjumst með Guðmundi. Hann teflir frá Þýskalandi. Já, það rétt. Teflir hérna gegnum netið frá Þýskalandi. Hann nú með, já, verða eins og skamma barn, hann að spurning hvernig mætur upplæðara. Já. Það fekkur sér svolítið eftir hvernig pappatíminn hefur gengið, ég veit það ekki. Getur lent í því sama á Alexander Grishook, hann niðursokkin í skákinn og kemur barnið hafandi inn. Þeir sem þekkja það. Já. En eitt sem ég að velta fyrir mér vandi þetta einvígi hvaða byrjanir við fáum að sjá. Þessi tveir hafa verið svona freka fasthældnir á byrjanir. Guðmundur hefur samt aðeins verið að leika sig með E4 svona í seinni tíð. Já, rétt. Hefur fram að því svona valið einhverjar vangbyrjanir. Kannski vill hann einmitt, ef hann hefur undirbúið sig fyrir einvígi, þá vill hann kannski reyna að sitja fyrir Birni í E4 frekar, því að Björn frekar fasthaldinn á E4, E5 og það með svona línu í spánverðinu sem kannski ekkert sérstök en menn eru vel undirbúnir. Virka vel kannski hraðskák, þú veist ekki hvernig þú ferð. Til dæmis að trykka Hannes Lífar tvisvar, stöttu millibili með einhverju skítatrykki á Gjörbröði. En henda kannski ekki í svona einvígi þar sem menn eru klárir í bátana. Nákvæmlega. Þannig að það kem ekki óvart ef hann er undirbúinn. Samaskapi gæti Björn kom hann óvart, hann hefur svona aðeins verið að vinna í, ég veit svona ákveðnu byrjunum hann spurning, en ég á samt vona að með hvítu þá sjáum við nú bara gamla góða píramídan, eða ekki? Við erum í píramídafræðin, já, mitt. Fyrir þá sem ekki vita þá hefur Björn Þórsfjörnsson lengi þróað með sjálfum sér byrjun sem hann kallar píramídaárásuna, sem að byggist á því að hefja leik með drottningapiðinu og byggja síðan upp svona sóknarstöðu. Já. Ágætis kerfi og til að mynda hefur Jónveitur Gunnarsson skrifaði það í byrjunarbók sem hann skrifaði á íslensku sem tíma, til dæmis hægt að fá niður í Tafla Reykjavíkur. Það sem að hefur einhvern veginn gerst í kringum þessa byrjun hans Bjössa að svona flestir Íslendingar hafa þróað með sér svona ákveðin mótsvar gegn henni. Já, það er svona ákveðin sókn sem að byggir á því hann blengir hápeðinu fram svolítið djart og fórna manni. En ef menn leika með svörtu hása snemma þá svona taka þér svolítið oddin úr því og ég held að flestir svona séu fallin að kunna það hérna heima. Það er svo mörg hraðskákmótina innanlands að allir þessi bestu svona eru farin að þekka einhvern annan. Þannig að ég meina það mótar að hefur vigni og móti hverju mánuði og Íslandsmótið og nóga mótum, þannig að menn svona þekka einhvern annan nokkuð vel. Svo eitt sem að ég fer að velta fyrir mig líka að Björn hafði að minnstakosti tíma svona ákveðið taka á Guðmundi að minnstakosti skákum yfir borðinu. Já. Ekki rétt munað hjá mér. Jú, það er rétt munað. Það er spurning hvort að við sjáum það í netskákinni, hvort það sama gildi þar. Ég skal ekki segja en að minnstakosti þá velti maður í fyrir sér hvort að það sé eitthvað sálrænt hjá Guðmundi að hann er erfiðara með Björn heldur en einhver aðra. Já, það getur oft orðið þannig, en gott að segja. Eru þeir ekki byrjar hjá okkur eða hvað er að gerast? Ég held þessi ekki byrjaðir, en menn hljóta nú að vera eitthvað ítað eftir þeim. Við erum klárir allavega í slaginn og minnum á það að sama fyrirkomulag og í einvíginu undan. Það eru 6 skákir og ef jafnt 3-3 þá bráðabann skák. Fyrstur í 3,5? Já, það er svoleiðis. Já. Það sé eiginlega svona best of 7. Og svo erum við með, eins og menn sáu við fyrir áramót þeir sem fylgdist með Íslandsmótinu að við erum með það fyrirkomulag að í úrslitunum eru taldar fleiri skákir og það eru 10 skákir. En við höfum þetta svona styttara fram að því. Já. Og náum við 2 einvígum á kvöldi. Já. Þetta er svona eins og í mörgu, pílu og snóker með slá menn út og það verður svona fleiri rammar eða fleiri leggir sem það er að vinna. Þetta er svona svipað. Nákvæmlega. Og við bíðum spennt eftir Guðmundi.
Ég held að ég sé ekki ljúga neinu þegar ég segja að Guðmundur kannski teflir ekkert eitthvað svakalega mikið á netinu eða hvað? Nei, ég hef alltaf ekki verið var við það. Og kannski minna hraðskák, hann svolítið svona kappskákmaður og kannski stíllinn svolítið þar, svona jöðamenn niður í endatöflum. Já, hann hrifinn á löngum setum. Já. Fyrst gaman að tefla. Og hann var hérna á dögunum, hann var nú með nokkuð vel hérna þjálfaranámskeið á vegum Evrópska skáksambandsins, haldið í samvinnu við skákskólann og skáksambandið. Já. Það sem ef ég maður rétt, fjöldi manna útskrifast með svona þjálfaragráður. Gaman að sjá svona menn hafa metna fyrir því að bæta sér þar. Heldur betur. Já, Guðmundur hefur verið að starfa aðeins við svona þjálfunni gegnum Evrópska skáksambandið, komið að þessum námskeiðum áður. Já. Það var gaman að því að fá það frá honum. Aftur á móti Björn Þorfinnsson mikill netskákmaður og teflir gjarnan hvar sem hann niður kominn. Já. Og þá oft í símanum, jafnvel? Alltaf í símanum. Jafnvel að klóstinu í símanum? Einmitt. Jafnvel að fundum í vinnunni í símanum. Nei, ég vil ekki gefa mikið upp. Ekki að gefa mikið upp. En Björn náttúrulega fyrir þá sem að þekkja alveg einstaklega bröðóttur skákmaður og stundum eins og lukkudísinnar vaki yfir honum. Já. Ég myndi nú giska á að sé eitthvað smá tæknileg vandamál hjá leikmönnum. Já. Það verður fínt kannski að vita hver staðan á því. Við ljótum að finna út úr því. Já, þeir greinilega með það vill oft loða villisir skákmenn að þeir eru svolítið tossar í svona bara basic tækni eins og skora menn á netinu, það mjög flókið. Já, einmitt. Já. Það eins og það bara. Það eins og það En menn ekki snillingar í öllu. Það getur að vera góður í öllu. Nei. Og oft svona ákveðin fórnarkostnaðar að vera góður í skák. Já. Þannig að fyrir að lasta einhverja menn hérna. Ákveðna menn. Það rétt. En sem sagt, þeir hljóta að fara að byrja og Já, við erum hérna með menn á hlaupum. Það sé ekki að klúra nótendunöfnum eitthvað slíkt. Já, alveg örugglega. Það getur verið eitthvað svoleiðis. Gleyma lykilorðum og svona. Já, ég kemur fyrir. Lykilorðum. Já, maður býst svona yfirleitt við því þegar kemur að Björn Þorfinnssyni að maður þurfi svona eitthvað að hlaupa í skarðið að því að klúrar ykkur að gleymir ykkur. Það er ekki nýtt þema í þessu lífi. Til dæmis að drekkur klósaskálum og eitthvað slíkt, sko. Nei, hérna svona bustaskálum, Já. Björn Þorfinnsson, hann var nú í barnaskapinu. Varstu var við það? Já, ég sá það. Já. Brandar á kostnað Björn Þorfinnssonar. Það er gaman að því. Herðu, þetta tókst. Þetta er ótrúlegt. Þetta hafðist. Og þeir eru með þessi mynd og allt. Frábært. Ég ætla að giska að það veri Björn Þorfinnsson sem að klúra þessu. En látum leikja með hluta. Okay. Já. Það er sem sagt Guðmundur Kjartansson sem stýrir hér hvítumönnunum. Og það er drottningabrað, bara hefðbundið. Já. Er Gummi með hvitt fyrir? Gummi er með hvitt. Þannig að litirnir á klukkunum, búið að laga það? Það er búið að breyta því. Þannig að þetta er allt saman rétt og það er drottningabrað sem er komið upp. Nokkuð hefðbundið allt saman. Mjög hefðbundið svona svo tölum við tossaskap skákmanna. Guðmundur er þannig hálfur í mynd, það er svona klassískt. Já. Björn aðeins betri. Mitt. A5, já. Er Björn nokkuð að rugla saman A5? Nei. Jú, það held ég. Jú. Alltaf hann að tefla byrjus DSS, það er líka þetta H5. Já, það er svo sem alltaf að hafa A5 hann inni líka. En svona, heilt yfir þetta byrjun sem hætti nú að henda Guðmundur betur. Hann er svona stöðulegu jöðari og Björn hefur ekkert mikið verið að tefla drottningabræðið. Nei, mitt. Skýtur hérna inn þetta F4 sem er kannski athyglisvert. Ætti svart hvítur að íhuga hér að jafnvel að langkróka með stuttrókar. Já. Ok, gefur hennan biskup sem það nú ekkert að vera svo slæmt. Hvítur oft sáttu við rittarna og eitthvað svona. Já. Minni hluta árás drottningavægna. En þessi biskup svona verður ekki virkur á svörtum. Það verður fínt fyrir svartan að fá hann á skálínuna B til H7 til dæmis. Já. En já, 1-4 kemur hérna og reynir að nýta svona aðeins þetta tímafrumkvæði sem hvítur hefur. Já. Svartur er aðeins og eftir. Og bara 1 og eitthvað svona. Þannig fljótar að koma hrókunum í spilið. Tekur á sig svona smá veikleika, start P á D4. Og svartuna er svona að taka til og koma biskunum út og setja þungumennina á diljuna, þá
maður svartur eru ágætlega vel að vinna. Já, ég sagði það. Spurningin er bara hvað Guðmundur ætlar að gera til dæmis eftir biskup F5, já. Það sem ég ætlaði að segja. Já. Ætla að vera þar að leika. Já, hann setur á hann riddara B6, já. Frá móti bræði. Já. Og nú þarf Björn að hafa ágjör af einhverju riddarahoppum. Leikjan til dæmis riddari til D5, þá getur riddari C5 kannski svona. Fyrir óþægilegur riddari G3 jafnvel óþægilegri. Einmitt. Drottningin í skotlínu hróksins. Það var nettuleikur hjá Guðmundi, ég var ekki búin að sjá hennan. Og kemur aðeins óvart að Guðmund er að tefla nokkur hrattina. Já, einmitt. Ég held einhvern veginn, ég sé ekki að ljóninu þegar ég segja að Guðmundur er svona, ef hann setur sér eitthvað svona ákveðin markmið, eins og til dæmis ef hann hafi undirbúið fyrir einvíið að tefla mjög hratt, þá nær hann ofta að standa við það, sko. Hann einhvern veginn býr til einhverja taktík fyrir fram. Hann er nokkuð agaður, svona almennt í sínum. Já, akkurat, það er vel orðað. Já, bæði sinni nálgunar skák og lífið. Þetta er Davíð 6, já, þar Björn núna að hörfa. Það er ljótuleikur, kannski vil hann bara frekarleikar til biskup B6. Já, setur á A2 í staðinn. Það er það, en þá Guðmundur kannski ekki alveg við það. Hann er komið fína reyti fyrir riddarana, einn á E5, annan á C5. Já, en ef þessi biskupnar rata aftur á D5-reitin, þá kannski hann límynda saman. Rétt, það stendur nokkuð vel þar og kannski er það bara fýll leikur akkurat í þessari stöðu. Gerir það. Svona centraliseraður biskup ef ég má sletta á ensku. Það má. Það má, já. Má. Ef núna riddari A5 þá kannski bara að valda með hrókur C8. Bara spakir. Það er einhver hrókur E til C1. Hótar þá kannski að drepa á A8 og C6. Já. Já, er þetta C6 kannski að vera svolítið vesen fyrir Bjössa? Má vera. Hann getur oft leikið kannski bara líka F6 á einhverjum tímapunkti og reykja hann að riddara eitthvað í byrtu. En sjáum hvað setur. Björn er að hugsa, hann er með aðeins verið tíma núna. Já, hann kannski að tekur á A1 og svo F6. Var það kannski leiðin til lífsins? Já, til vill, já. Lífsins og ljósins. Finnur 6. Never play F6, sagði Benjamin Feingold. Jú, það er rétt. En hérna held ég að það sé bara fýll leikur. Björn kannski leyfir sér að leika þessum leik í þessari stuðu þar sem hann er svo eini sem er með hvítreita biskup. Þetta er D3 kannski. Vinga svartan í að pota þessu peða B3-reitin. Já, þetta er svona... Já, nú. Gæti alveg verið eitthvað gummulegt jöð að koma en sko, sjáum hvort að Björn er að töfra eitthvað fram úr þessu. Já. Kannski hrókur E8, Luggu benti, hann fer á B8, getur þá svara hrókur A3 með riddari C4. Eða hvað? Jú. Eða þá kannski mögulega lenti erfið endartafli með biskup riddara en líklegast endartafli sem hann hefði haldið. Já, það er til vill. Allavega má Björn ekki gleyma sér á klukkunni núna, hann kominn í 30 sekundur. Það þarf að finna tempóið hérna. Ég hef á tilfinningur að þú hafir eiginlega giskað rétt á þetta. Guðmundur hafir svona meðvitað. Við sjáum hann kannski í næsta skákum en hann er eiginlega mjög meðvitaður að passa upp á tíman í þessari skák. Já, sínst það. Ég hef nefnilega fundist það í svona hraðskákum yfir borðinu að hann sé oft í vandræðum með klukkuna. Já, hann hefur yfirleitt verið óttalegur tímarhagsgemlingur. Nú er allt í einu Björn búinn að vinna peð. Þetta er að B2, hvað er B3 Gæti þetta verið að fjara út í eitthvað jafnendutafl? Sýnist það sko. Nei. Hvítur þarf að passa sig að svarta ná ekki leika hrókur 1 fyrir þetta er E1, eitthvað slíkt. Já. Þannig að... Mitt og sama tíma má svartu passa sig á því að lendi ekki vandræði með peðið sitt. Það fer í peðið, er þá ekki hrókur E2 málið? Hvað gæti að jafnvel svarað hrókur upp D5 með hrókur upp G2? Það er rétt, já. Líka riddari E1 beint. Það sem að yngvar á við er að hvítur dreipur hér, þá gæti svartur dreipi hér og gafla sér með riddara í framhaldinu. Gæti gert það núna. En er Björn kannski mögulega að gæla við eitthvað meira? Gæti verið hugsun riddari E1, já. Það sé þá eitthvað mátnett, jafnvel bara G5 núna. G5 og riddari F4. Já, fyrir riddari E1, já.
Já, ef það er eitthvað mátnet í þessu þá er Björn Þorfarsson einn af þeim líklegri til þess að finna það. You will actively search for it. I will search for it and I will find it. I have a particular set of skills. Ok, semihóttun, við erum bara að fara tilbaka. Já, Björn laði þarna lúmska gildir fyrir Guðmund, það má ekki taka á G7, þá dreipur Svartur með rók á G2. En að fara næsta H5, er það ekki típísku Bjössi? Jú, og leika svo G5. Já. Já, mitt. Það er H4, já, hann Guðmundur að reyna að vinna. Guðmundur aldrei feiminn við að tegja svo langt. Það hefur sést einu sinni tvisar áður hans ferli. Og ég ansi hættur maður gæti verið að gera það. Kannski kongur E3 og kongur E2 ef Já. hann dreipur. Jó, rétt, hann á það. Sleppur með það. En ég ætla að segja, ef hann hefði tapað sér peðið þá reyndar hefði þetta DP orðið hættulegt, menn hann standa kannski nokkuð vel og svarti kongurinn er slakur. Hérna þurfum við að passa okkur bara hróku D8, reyndar F8, ýmsi leikir. Ég hróku D8, reyndar F4. Já, það er svona hálfgert mátnet þannig kring. Já, nú var það hvítur sem er að gæla við eitthvað mátnet. Kongurinn kemur á G8. Hróku D7. G7 hlýtur á leikurinn. Það verður hann taka H5 bara vonaði best. Nei, Hjáran á G2, já. Ég mista því líka. Æ. Ok, þetta var bara fínt hjá Gumma, hann passaði tíman og teldi þetta bara nokkuð traust. Þetta var líklega þjættefli hann í lokin, en þetta var svona, nýtti sér bara tíman. Já. Það var bara vel gert. Já, mjög vel gert hjá Guðmundi. Kemur Eðbekkum aðeins á óvart. En við vitum það að Guðmundur er sterkur skákmaður og hann geta alveg unnið Denvi og þá er hann ekkert að koma mikið á óvart. Nei, aldrei ekki. Já, stráka, nú íti á takka sem heitir rematch, þá teflið aftur. Það er mjög hentugt ef við tefla aftur við sama mannin. Ágætt að kunna það. Já. Já, við bara, okay. Það tókst. Skáknum 2 komin í gang. Já, þá var það Björn með hvítt og þessi leikur kemur engum á óvart. Ekkert óvart, Riddari finnur 3 kemur núna. Mögulega Bjössi kemur strax, nei. Jú, næja. Ég held að sé nokkuð örugt að 6. Og Guðmundur er búinn að undirbúa sig fyrir byrjan af val Björns. Já. Ég held að tölvuna segja mér að segja smá mínus strax. Já, í þessu. Lítið mínus fyrir svörtum við vil. Riddari kemur á F5 og ég meinir almennt séð svona hrifnir af þessu gamla góða biskupapari. Já. Það er aldrei sniðugt skrítið fyrir summa sem hafa ekki séð áður að fara með Riddarann út á kant en hann kemur hann inn á F5-reitinu. Og svona leiðir eftir flugið strax. Já. Og ef hvítur gætir ekki að sér þá getur stundum hápeði hjálpa til og gert þennan biskup klaufalegan. Já, akkurat. En nú er skemmtilega Guðmundur farin að hugsa, hann er kannski komin út úr því sem hann skoðaði fyrir einvið. Já, nú er bara spurningin, vill hann taka strax á G3 eða vill hann róa stöðin eitthvað H5 leikur hann? En það má kannski geta þess að það munar nú ekkert svakalega miklu á þessum keppendum í aldri, tæpum 10 árum ef ég er ekki að rugglast, en ég er nokkuð viss um það að Bjössi er búinn að tefla svona síðan Guðmundur fættist. Ég held hann að fara að þróa þessa byrjun það leyti. Já. Í tæp 40 ár. Það síðan það 9 ár hjá þeim. Já. 79 Björn, 88 Guðmundur. En nú væri freistandi að taka hennan biskup. En það er honum að gesa sér. Þá fellur þetta peð hérna. Já, hann leikur E5. Þetta er krefandi dæmerski á Guðmundur. Hann leikur mikið á stöðuna. Já. Og það gæti alveg ekki upp. Hann er komið hann að góð tök á miðborðinu en kannski getur Björn brotið þetta upp einhver tíma, kannski með E4 eða eitthvað litt. Það eru mögulega einhverjir leikir eins og E4 eða C4 kannski leiður svörtum að leika E4, hann leikur þetta D2. Ég er aldrei hissa á þessu, kemur ekki bara E4 núna hjá okkur svörtum? Já, nú má hann kannski fara að drepa á G3 næsta leik. Já, Björn hlýtur að hafa einhvern veginn misreikna sig þarna. Já, er það ekki? En mér sýnst hann líka hrista hausinn. Sko. Þetta er ekki gott. Biskup B5, tekur G3, drottning G5 ára leðilegur. Já, biskup á D6, drottning á G5, Björn lítur að vera að tapa peði hérna. Já. Já, þessi leikin er eiginlega flæða núna hjá svörtum, sko. Já, sýnst Guðmundur vera að reyna að velja nákvæmustu leiðina, en líst mjög vel á drottning G5 eins og Ingvar nefndi.
Hann neyðist líklega til að leika þá riddari F1, bakka hans með liði. Já, hann gæti hangi kannski á peði með riddara F1 og riddara E2. Já. Hugsanlega. Ég held að verða bara að gera eins og þetta, ég meina Drottningdrepur E3 áttar hann þá á langkróka, hvað? Já, vonaði besta bara. Vonaði besta. Já, Drottningdrepur E3 langkrókun og reyna að halda því fram að hann hafi einhverja bætur fyrir peðið. Já, hann er ekki ánægð með þetta, hann sést nú flugvel. En Guðmundur hefur nú verið svona þekktu fyrir peða át, er það ekki? Jú. Svolítið gráðugur í peð. Nei, hann gerir það ekki. Herðu? Já. Þetta er eitthvað nýtt. Ok. Björn tekur núna sensin og tekur augnablikið og valdar þetta. Þannig að hann tekur liðskipin svona fram yfir, hann Guðmundur, en nú gæti hvíti riddari komið F4 í einhvern tilvikum. Já, og Björn kannski aðeins laga þetta, en þetta er vissulega svolítið óþægilegt sem að skiptist upp á biskupin, þá geti þessi riddari lengt hérna á D3-réttnum sem var mjög óþægilegt. Þannig að hann hangir á þessum riddari F4. Og njótt D5. Já. Já, ekki beint, það er alltaf riddari D3 taktik í kjölfæri svo sem. Já, en mér finnst alltaf að Björn vera svona aðeins mögulega klórus út. Já, þessi er óþægilegur reyndar. Já, verðum við ekki bara... Nei, ég veit það ekki. Kannski riddari E6 núna, hendunum á D4, reyna svo bara að lifa með þessu riddara D3, er eitthvað annað að gera. Já, dansi kringum hann eitthvað. En þetta bara, því riddara F-inum er hálf fastur. Þannig að þessi er hræðilegur. Já, og þá tengjast ekki rókarnir. Ég meina, hvernig mun þessi komast út? Þannig leikur riddara D3. Ok. Þetta er bara mjög góð spurning, hvernig komum við þessum riddara F1? Já, hann er bara fastur í einhverju spili, sko. Bara vöglundarhúsi martraða sinna, sko. Já, það var enginn að slóta sannar, sko. Það er kannski eitt gott í stöðu Björns, hann er með örlítið betri tíma. Örlítið. Guðmundur hefur allavega ekki náð sama tempó eins og í fyrstu skákinni. Nei, en kemur kannski ekki að sög þar sem að staðans er það góð hérna, myndum bara halda. Já, nú fellur peð. Björn getur tekið hennar biskup já, en... Og nú hangir á E3 og mögulega G2. Riddar F1 aftur valdar þetta bæði peðin, en það er... Það er frekar gleðisnött. Mjög gleðisnött. Sérstaklega í Hraðskák og vill maður reyna svona virkja mennina. Og hann afræðir frekar að gefa þetta G2 peð. Svarta getur nú alveg tekið að, já, gæti líka leikið bara leika svo hrókur F8 og F2. Það er átt að vara samt að hleypa bitni í spili, en hérna fáum við ansi mikið að peður reyndar og getur mennir eru, já, það er nú lítið frétta. B4 reynir eitthvað maldi í móin, en er ekki bara riddari D3 fyllleikur. Við völdum þessi Asjupeði og Drottningin allar eitthvað þenni þessi. Já, einmitt. Drottningin og E3 valdar Asjupeði. Ég er nokkuð vissum að Guðmundur er mjög meðvitaður að passa sig á einhverju mótspili hjá bitni. Já. Hann hefur verið þekktur fyrir það að töfra fram eitthvað úr engu. Já, ég ætlaði að segja bara H4 og bara spyrja hvítan hvað hann sé að reyna. Já, það er eiginlega erfitt að sko skálda mótspil núna fyrir Bjössa. Ég spáði að komi eitthvað algjör svona final desperation núna, einhver, þú veist, hrókur C6 eða eitthvað í einhverju stöðum. Sko. Já. Guðmundur virðist bara geta ítt þessu hápeð allar leið, það er ekkert sem getur stoppað það. Kongur sétur, jújú, valdar D2-rittarinn vill þá kannski reyna að koma hróknum í spilið. F2, já. Þetta virðist til að bara vera búið, Drottning D3 er að koma og Björn er að tapa enn meira liði. Já, þarna kemur það sem mást að tala um. En núna er Drottning E2 leðilegur. Já. Og jújú, kannski ekki fullkomna úrvinnsla, hrókur D2 tekið á C4, tekið á F2, en það er líklega bara tapað. Það er 2-0 fyrir Guðmundi. Já, hann hefur byrjað hér af krafti mjög einbettur og þeir fá upp drottningabræð eins og í fyrstu skákinni nema þá var Guðmundur ekki með rittarinn á F3 svona snemma. Það er C3, ég spái hér, já hann tekur á C4, já. Ok. E4. Það spáði að Björn líkur strax A6
og kannski manna hvað hann á að gera hérna. Já, þetta gat nú svartu leikið biskup B4 og hvítur hefði þá geta fórna peði. Skemmtilegt afbrigði hana, legur að drepa á E4. Ég var hjartar afbrigði. Já, einmitt. Telta ykkur skákum. En Björn tímabundið peði yfir hér. Það stóð ekki lengi. Það stóð ekki lengi, nei. Vinnur peði tilbaka. Þetta nú eitthvað misjafn með svörtum. Já. Þetta langt undan liðskipan með gott peðið með bara líka. Svörtur nær þannig kannski, já, einu tempo tilbaka. Já, þar kannski ekki að vera svo slæmt ef biskupin kemur bjössu. Kasta bjössu, kannski að málega koma sér riddar á B8 í spilið. Hann hörur allavega B2. Já, og A4. Já, reynir að nýta tíma sem hann hefur til að herja á sig peði svörtum. Hvað gerir Guðmundur þá? Ætlum ég spæði hann drepa á C5. Já. Tefla bara með smá space, hann tekur að B4 já. Já, svartur náttúrulega aðeins eftir á í liðskipan. Já, það er bara græni þráðurinn í þessu, en það verið fínt að hann skýtur þessu minni, þetta var... Já, þetta er svona skemmtilegt, ég ætlaði að segja, skemmtilegt þema, því að rittar G5 verðist ekki vera að hóta neinu, en það hótar hér, og ef þetta er drepið þá drottning drepur sem hótar þá F7 og A8. Sleppur með hrókur A7 þar. Já, einmitt. Það er kannski bara málið og þá er líka onni á D4 eftir, það getur áhuga. Já, það er kannski ekkert svo vitlaust. Það reyndar biskup E3 hann inn í myndinni, ef hrókurinn er A7. Já. Ég mun áhverjandur hafa verið að fylgja okkur og maður velta fyrir okkur ef biskup drepur F3, drottning drepur F3, hótar hróknum í hóttinu, hann fer á A7 og valda peðið. Og ef rittarinn hörvar, hann gæti svartur tekið á D4, en þá kemur biskup E3 og hrókurinn fellur. Já. Ef mér skjátlast ekki. Það getur líka, já. Bara leikið biskup E7 og stöðtróka. Það leikur biskup D5, já. Já, þetta er alltaf í lagi. Já, leið og svartur, leið og EF, hann er að klára liðskipar svona nokkuð skamlaust, þá var hann bara með ágætt stöðu. Já, bara alltaf mjög slemt fyrir Björn að tapa þessari skák. Ég meina 3-0 undir, það er mjög erfitt að koma tilbaka úr því. Við höfum reyndar séð held ég eitt dæmi það í þessari keppni í gegnum tíðina, mér minni það, en já. Það var mikilvægt fyrir Björn að ná í punkt hér fyrir hlé. Þegar þú segir að hann finnst mér svo með rám í það, en ég man ekki hverju Nei, einmitt, ég er að reyna að rifja upp. Það fyrir tilbaka F3 og nú veit ég að svartur sé nú bara að fá okkur tíma. Ég meina ef hann ekki bara biskup þessi hrókar. Já. Og hann byrjar rautur að D7. Af hverju D7 en ekki C6? Já, og press á D4. En já, eins og Ingar segir biskup E7 og hróka, þá svartur komin yfir það versta og gæti jafnvel bara séð fyrir sér að vera með betra miðtafl með þessa blokkeringu hér. Það ekki svart hérna. Vantar tilfinnilega hvítrædda biskupin hjá hvítumönnunum. Hann er til dæmis ekki að fara að ná neinum hættulegum aðgerðum á skálun að svarta kólum þarna sem, þessari línu. Og það sem við horfum á svolítið þegar við erum að meta stöður er hvernig peðastaðan tónar í biskupana og þessi peð hér tónar mjög illa við þennan hérna. Já, þau eru bara fyrir. Geta móti orðið skotmark fyrir svörtu mennina. Já, riddari D7 var kannski ekkert sérstakur. Veist hann ná ekki A5 að góða leikur, hann ná ekki B6-reitin. Já, Björn aftur kom með svona riddara eins og í skákinu aðan sem á ekki framtíðina fyrir sér, það er spurning. Já, hann rýnir strax hann lagan. Ætlar hann kannski að fara langa leið, G6, biskup F8 riddari E7 eitthvað slíkt. Með tíð og tíma. Þar náttúrulega líka að valda B-peðið sitt. Þannig að, já, H4 hjá Guðmundi, hann svona sér fyrir sér að hann vilji fara með riddarann G6 og ætla bara að stoppa það.
Já. Og líka oft gott fyrir þá sem er heima að sitja ef anstæðingurinn er með svona peðastuð að íta peði hingað og stoppa 2 peði með einu. Já. Það er svona ákveðið tromp í endataflinu. Vittu nú við. B4. Hér spila Björn úr trompi, er það á snemma á ferðinni? Hugsanlega, þetta peð getur verið veikt en það getur líka valdið skaða, komist það enn lengra. En Guðmundur er væntanlega að vætta fyrir sig hvað það getur unnið þetta peð. Já. Hann leikur Hróku B1, já. Er ekki bara ágætt að taka á C-num og líka svo Hróku B8, B5? Já. Setjum press á A-peð. Vist vel að það plan. Among other things. Guðmundur getur náttúrulega leikið riddari D2 en þá er náttúrulega bæði peð í uppnámi á H4 og A5 peði getur hugsanlega fallið eins og Inga var að tala um. Já. Það lítur verið lagi fyrir Björn. Ég er svolítið, verða viðurkenna, ég er svolítið að halda með að Bjössi vinni þessa skák þannig að við fjara ekki út. Betra fyrir einvið, við eigum það nú til að einmitt vilja svona jafnar einvið. Já. Ég var komin í eitthvað yfirgautin þú sagðir Guðmundur getur, þau sagði Guðmundur getur. Já. Feða til gauta, yfirgautin hérna í orðarleikjum. Veitu hvað gerist þarna? Björn er búinn að vinna peð skyndilega og... Já, er þetta ekki bara nokkuð? Er hann að hafa þetta? Heilsusamlegt peð, ég meina... Já, ef Hróku B8 þá Hróku B5. Guðmundur þykist vera með eitthvað mótspila en það er ekki gott að sjá hvernig hann ætlar að valda einhverju skaða hann á 8. rittaröðinni. Þetta er allt kyrfilega að valda hjá Björn. Já, þessi rittara eftir og hann á enga riti og tekur tíma að laga það og ég sé nú ekkert reynda hvernig við gerum það. Ok, gæti verið að vinna B3-peði núna. Já, Björn kannski gæti ekki að sér þarna, var aðeins og fljótur á sér. En hann á eitt peð upp í erminni og íti því að stað. Þessi Hrókur aðtur að kannski yfirbóðskendur, bara fara með hann á bílunna og valda allt dæmið og svo getur þú komið með A-peð með tíð og tíma. Hann er eiginlega bara inni lokaður núna. Já, hann hefði staðið betur til dæmis núna á B5 og segjum hvítur Hrókur á C8, það var allt valdað og... Ég var hissa á þessari ákvörðun hjá Guðmundi að skipta upp á drottningum af því að nú nær Björn að spila þessu tromp út að leika peðinu á A3 og losa hrókin. Hlýtur að vera með frekar vænlegt tafl. Rittara G6 og rittarinn að koma inn. Rittarinn að koma F4 með alls konar óþægjendum. Nei, hann getur ekki líka G3, hann rittarinn að koma inn og þá var þetta náttúrulega heldur vænlegt. Já, mér sýnist það. Sýnist það. Það væri mikilvægt fyrir Björn, ég meina hann getur líka bara náði í þetta H5-peð, af hverju ekki? Já, einmitt. Báður orðnir rauðar á klukkunni en Björn með betri tíma, hann er 10 sekundur betur. Mikilvægt fyrir að rittara B vinni betur baka, ekki? Hrókur sittur, já. Reyna að fá eftir peða móti. Já. Hrókur G3, já, það er hún í G2. Þetta hlýtur nú að vera tapað. Þess að svartur er peði yfir og þá hefur hann hótað niður og menn að standa menn betur. H4, H3 kemur til greina núna. Reytalega. Reytalega séð? Já, ég sleppti að segja séð, ég sagði bara reytalega. Já, ok. Man getur svo bara fyllt upp í eðunar. Það er upp í G2 vantarlega, já. Og svo geta leikið næst bara reytari E2 og unni D4 peði. Já, þá... Ég skýtur inn F6, já, það er svo sem alltaf það. Já, komið kóngin. En núna getur hann náttúrulega, já, líka valda G5, en það var með tvípeð, kannski er það, ég veit ekki, er það jafn? Já, nú er það komið bara. Hann er að vekja upp og þá eru Guðmundur að gefa hrókin. Nei, að gefa rittarinn og skið. Ok, þetta er gott fyrir einvíð. Við erum samanlega það. Gott fyrir einvíð og gott fyrir sjálfstætti hjá Birni Þorfinsinni. Kemur sér inn í þetta 2-1. Já, þá er þetta allt opið. Við erum ekki bara að skella okkur í stuttar auglýsingar og kíkja á M okkar, fyrstu auglýsinguna og hérna. Svo höldum við áfram. Gerum það. Fara ekki langt. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur. Í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferði ekki hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur, kæra áhorfendur. Skák númer 4 var að fara af stað og það Björn Þorfinnsson sem stýrir hér hvítumönnunum. Hann undir í Emíinu 2-1, náði ágætis endurkoma sigri áðan eftir að hafa lent 2-0 undir og hann heldur sig við sitt kerfi. Mikilvæg skákarna fyrir Bjössa með hvítu. Hann heldur sér við sína píramíta uppstillingar sem kallar hann á. Já, þetta náttúrulega hálfgert London-system núna og svartur er tilbúin að leika FM. Já, þetta ekki bara slæmt London-system eða hvað? Jú, þetta allavega ekki mjög merkilegt en já, við getum svo sem kannski ekki riddari CSS bara nöðsulegur hérna. Þannig að Bjössi fari í eitthvað kaup þarna, tekur á ESU og já, en riddari CSS riddari F3 og hótar á D5 og hann kannski á parinu eða eitthvað. Ok, ég var fljótur að dæma Bjössa þessu, maður er aldrei að afskafa Björn Þorfinnsson, sko. Hann alltaf með eitthvað upp í erminni. Já, nú getur hann skipt upp, tekur á D7. Það myndi taka á ESU, bara til að hafa konginn og reyna svo kannski bara að leika og taka svo á D7, riddari F3 og herja át á D5. Já, en fannst hann ekki óþægilegt í stöðun eftir biskup D7, biskup drupir E7, biskup drupir B5, auðvitað, rétt hjá þér. Já, korrekt, já. Það þarf ekki að missa hrókana. Hann eiginlega nær því sem ég var að tala núna á þess að taka eitthvað sem það, sko. Já. Þetta er mjög þægilegt fyrir hvítan. Já, hann komið svona einhverja karkanlega stöðu með peðastruktúr. Hann fyrir Bjössi einhverja aðgerir. Jú, sem er kannski sniðut af því að hann tekur á hann hrókunarréttin. Nú er spurning bara að fara bara að tefla stöðulega. Bara riddar hann aftur og F3. Já. Róka, svo bara hólkar allir köllunum á dílínuna. Mér líst mjög vel á það plan. Bakka með riddarann og róka og það síðan hér því að þetta peð getur verið óþægilegt fyrir svartan að valda sérstaklega því að hann ekki að tengja rókana í tækatíð. Það að koma þessum rók hér. Þessi peðastaða hvítum. Það var stórmeistarinn Grigori Serper sem skrifaði skemmtilega gerðin á chess.com fyrir mörgum árum. Kallaði þetta Sögina. Þessi peð á E3 og C3 og svona saga á D4-réttin og svo reynur að herja á D5-peðið að þungumennunum. Já, ok, hann fer í svona beinar aðgerir, dróning finnur 4 hóta peðina F7, dróning E6 líkur beinast við. Smá brella hjá Bjössa ef núna biskup F6 þá riddari G6 skák og drottningi myndi falla. Það ekki dróning G6 bara nokkuð svona eðlilegur og góðleikur? Það sýnst mér. Þá verðist Björn þurfa eða tíma í að gera eitthvað við riddarinn á drottningu. Það var biskup D6 hótun. Mitt mat er að hann hafa komið svona landlægt vandamál, svona þörfin til að gera eitthvað þegar þú þarft ekki að gera neitt. Já. Ég held að hvíti bara rókar og setur á D5-peðið og svartur. Sérstaklega þegar hann þurfti með þessu rókunarréttin, þá tekur hann svo langa tíma að valda allt. Hann lendir alltaf undir óþægilegri pressu. Sammála því. Og sérstaklega í hraðskák þá er þetta að tefla svona stöður bara mjög hratt af því að planið er svo augljóst. Já, ég myndi segja að svona staða sé einmitt töluvert betri á hvítan af því þetta er hraðskák. Það er svo auðvelt að finna planið. Það skiptir svo miklu máli þú ert með tæpan tíma að vera með eitthvað gott plan. Leikir sem getur leikið hratt. En nú er Guðmundur búinn að ná að laga þetta eins til. D5 er vel valdað og kóngurinn kominn í gott skjól. Hann er búinn að hróka með höndunum eins og við köllum það. Eina sem hvítið þarf að passa er að svartur leiki kannski ekkert bara D4 og vinni aðtöpu eða móti. Já, einmitt. Það er kannski ekki alveg í kortunum. Það geti alveg gerst einhver tíma vegna þess að þá geti hvítið verið komin í einhverja leppun á D4 en ok, nú vil Björn fá uppskipti. Höndin, já. Ég er endilega vissum að Jú, málið var sérst að hann hefði farið í kaupin þá var hrókurinn onni og hefði þetta halda valdi, hrókur D6 þá hafði komið riddari D3 sem hefði sett á C5-peðið og svo hefði þessi riddari farið á F4 og D5-peðið er svolítið vandræðum líklega. Já, og þá er svartu kannski komin í þessu klassísku vandræði sem hann getur alltaf lent í þessari peðastöðu. Já. Björn vildi ekki skipta upp á drottningum E6, það hefði verið uppskipti á forsendum Guðmundar, þannig er hann öðru peðið til að valda D5-peðið. Þetta er nú leikur eins og dróning A4 næstu hvítum kemur til álita, bara svona til að eitthvað að pota þarna hinum megin. Já, auka pressun eitthvað, getur kannski þá auka því að leika einhverjum peðum. Hann vil leika peðum þarna megin. Það er svo sem alltaf leik, hvíti getur bara föndrað, leiki G3, kongur G2. Já, þetta er bara svona jafnbæði núna.
Það eitt skákmaður sem kemur upp í hugan sem var að tefla stöður af þessu tagi með hvítu og það Gata Kamski. Já. Einn af sterkari skákmönnum Bandaríkjanna hér árum áður. Það var mjög oft með svona. Hann var að tefla London System og var að tefla svona stöður og með svörtu líka, sama struktúr mitt. Já. Góður á klukkunni og einhvern veginn hélt sér fast og beið eftir í anstæðingurinn, leiki einhverjum á sem peðsleikjum, skildi þetta veikleika og vann á því. Já, mjög sterkur skákmaður og fyrir það sem hann gaman á svona stíl þá ég hafði mjög gaman að fylgja honum á sín tíma og eiginlega tók upp London-kerfið svona eiginlega út af honum sko. Ég hætti London svona áður að vera svona almennilega vinsælt. Já, before it became a hit. Já, en hann ekki bara góðsögn, hann sjálfsköpuð góðsögn. Það rétt. Hann tók þátt í netmóti einu sinni og og anstæðingur hans felldi hann á tíma sem var svona ekki svona common practice í gamla daga, þannig að hann var svolítið svona svo ég sletta enn áttur svolítið disgusted hann Kramnik og Kamski segi og eiginlega hætti í mótinu og sagði I'm a famous fucking legend. Já, þetta var hefur verið kallaðar og þessi frasi hefur verið viðlóðandi lengi í FFL sem famous og þetta F-Forth legend. Já, mitt. I'm a famous freaking legend. Guðmundur búinn að laga stöðunum sinna aðeins tilkomið biskupnum á C7 og núna farin í einhverja aðgerðar á Kóngsvagnum, G5 síðasti leikur. Finnst eins og tæknileg úrvinnsla Björns hafi ekki alveg verið upp á 10 hérna. Já, úrvinnsla meira svona, Já, tæknileg tafnmennska. Tafnmennska upp á svona ná okkur pressu. Ok, Björn tekur slæðin, hann tekur bæði peðin. Já, alltaf að valda þetta svona. Ok, og F4, já, hann gerir þetta ekki saman. Þetta hann gerir ekki saman bara. Já, ég sá ekki, þetta var skemmtilegt þema ef þetta gengur. Þessi rítur að G2 valdir H4 og E3. Já. Og Svartur þarf að fara hérna í dýnumeskar aðgerir, hann er í vandræðum. En nú þarf hann eða tíma, ef E3 byrja D4, þá er drókningin onni. Já, hann má ekki vera í uppskiptun öllum þessum peðmundir. Hann byrjar með rók. Já, þetta er bara... Já, skiptir upp öllu og ég meina Bjössi hann heldur taumana hér í þessari stöðu, hann 3 peðum yfir. Já, kemur með konginu F2, ætlar þá að svara Björnstur F4 með drókning F3 eða hvað að skipta upp. Ég myndi halda það, já. Alltaf mörgum peðum yfir, drókning C3, setur biskupinn C7, hann tekur núna. Má ekki leika D5 skák. En nú á hann ekki drókning F3 út af drókning C2 skák. Smá klúður í Björsa. Já. Klúður reynir betur tilbaka og nú kongurinn svolítið hættulegur og riddari sendur ekki vel. Eftir þetta allt saman. Hann gerði allt rétt, þangað til þarna, það þarf ekki mikið meira. Það mitt. Og nú hann aðeins farin að panika, var með betur tíma. En nú þarf hann að passa sig. Hvernig best að fara út í þetta? Það ekki auðvitað að leika, hann leikur drókning F3, ætlar að svara drókning C2 með drókning E2, ok? Já. Drókning fyrir vantarlega bara tilbaka, ætlar hann þá að leika riddari E1 og svo bara riddarinn F3. Er það ekki leiðin? Það kannski biskup E5 reyndar. Bakka með kongin. Þetta er óþægileg pressa sem að Guðmundur hefur náð að byggja upp hérna úr nánast engu. Já, svolítið erfitt fyrir, ok, hann hann að ná að laga til hérna. Riddar F5, finnur hann. Hann nær að laga til, riddara gaffallinn og kongurinn verður góður, riddara valdar kongi vel, riddara F3 og eitthvað tímapunkti. Já. Ég held að Björn sé að jafna þetta hérna. Ekki spurning, en bara drókning F4 núna, já. Það hefur þingað kaupinn og út með frípeð á dílunni, en þetta ætti nú allt saman döga til, þetta reyna 5. Ok, það þarf að passa aðeins, D4 fellur með skák, skiptir að máli. Drókning F5 gefið, það mennur ekki alveg, það oft, þegar maður leika svona af sér, það missa þær aðeins svona fókusinn og tökinn. Já, ok, kongur F6, þá hlýtur þetta að vera komið. Já, nú er það komið. Kongur E6 og... Peðið bara... Peðið rúlar upp. Hér hjá okkur á ljóslegara hraða í ljóslegara skákinni, fjórðaskákinni og við erum að fara í 2-2-1 við. Sjá að Björn búinn að setja upp hana einhverja fortressu á drottningavægnum og svartikongurinn kemst ekki neitt. Skemmtileg tækni. Hann hefði kannski getað telt upp á 1 Patrik að henda kongnum á A5 og býtum ekki fara á C6 að C5. Já. En Björn fellar ekki það. En ok, frábært, gott er við 2-2. Já, aftur fáum við 2-2 og hérna sjáum við þetta afbrigði sem við nefndum í upphafi.
Já, þetta hlýðaraflið í spænska leiknum. Já, sem að ég sagði að væri kannski ekkert gott í svona einvíð þar sem að menn geta verið undirbúnir. Þannig að nú er spurningin hvort að Guðmundur sé klári bátana, allar leikur riddari síður hérna að bragði. Og það eru, ef ég maður rétt, einhver pittir sem að Björn hefur stundu töfra fram í afbrigði, það sem að svarta drottningin lendir á G5 reitnum. Rétt. Og ég held nú að Guðmundur sé að passa sig á því. Ef ég maður rétt þá var það ef að hvítur leikur D4 sem það verður að hróka, minnir þess að þannig. Það sé ykkur stað þar. En já, þú veist, satt best að segja, ef virkar svona klæfur það leikir riddari E7, riddari G6 og eða svona tíma í byrjun, en menn hafa verið að verja þetta afbrigði með svörtu. Já. Ragnarlanda og einhverjur rindverjar sem dæmi, en þetta er kannski ekkert meiri það að verja stöðuna. Kannski ekkert gaman til lengdar en tefnir alltaf þá lenda menn svona í góðum undirbúningi oft. En það eru svona ákveðnir kostir og gallar líka við að vera með riddarinn á G6. Hann á ýmis hopp héðan sem hann á ekki ef hann er á F6. Já. Tekur þátt í svona einhverju spili á kongsvagnum. En vandinn við þetta afbrigði er kannski að stundu getur svartur lent í einhvers konar svona, ég veit ekki hvað maður að segja, eins og slæmri útgáfu af kongsinderska vörn einhvern veginn. Já, peðastátturinn. Algjörlega. Og sjá maður núna Guðmundur að kannski gæla við að leika F3 og flytja síðan riddarinn yfir á drottningavengin setna en með betri peðastöð út á tvípeðinu. En Björn hefur áratuga reynslu í þessu afbrigði. Já. Hann virðist oft geta töfrað. En teldi þetta lengi vel svona, má segja, svolítið að fingurinn fram, bara svona til að forast teóríu. Já, einmitt. Svo einu tímpúti þá keypti hann nú forláta bók eftir rússneska stórmeistarann Alexei Drev og svona sá svona ýmsa leiðir í þessu sem að bættu eiginlega þetta afbrigði svolítið fyrra og til dæmis þessi trikk með drótning G5 svo nefndir aðan, hann hefur náð að landa ýmsum sterkum skákmönnum þar. Já, og nú kemur hérna einn af kostunum við þetta afbrigði að svartur getur mjög auðvitað að leggja F5. Já, riddarinn G6 í staðinn fyrir F6, þá eigum við F5. Svartur með parið og er að sprengja þetta svolítið upp. Við sáum það bara einmitt núna í haustdægum rétt, var það ekki þegar að sjáum hérna, klára afsaki? Já, ég er að rifja upp einvígi Hannesar og Björns. Já. Þá lenti Björn í einhverjum svona þrengingum í þessu afbrigði, ef maður rétt. Jú, alveg rétt. Svo verðist Hannes að hafa verið búin að gleyma því það heldur sig að við Björn í hraðskákinni. Alveg rétt. En Björn verðist alltaf að vera búin að koma ár sinni þokkalega vel fyrir borð hérna. Já. Ég er hérna með flashback að hvítur tekur á E5, riddari tekur á B6, tekur svart með peði og það er mjög þekkt og fallegt endatap sem að Carlsen teldi með svörtu gegn Radzhabov árið sem svipa mjög til fraks endatap sem að aftur Capablanca teldi löngu áður í nákvæmlega sömu peðastöðu sem gæti alveg komið upp hérna ef það er að kaupa á B6. En ofta ef hvítur fær við það ráði þá vil hann helst ekki taka B6 og reyna að halda spenninu því að taka B6 laga bara peðastöðuna hjá svörtum. Já, einmitt. Þessi típið hafa svona ákveðna dýnamík sem er svolítið skemmtileg. Já, algjörlega. Ef að tekið er að B6 altså. Og þeir sem hafa til dæmis, svo minnumst á okkar fyrsta stórmeistara fyrir Okkar Ólafsson, blessu sem minning hans, þeir sem hafa skoðað bókina hans sem minni heldur bestu sóknarskák í Friðriks, þá er ein skák þar sem hann teflir við Hækki Vestirinen það sem hann tekur á sig 2 tvípeð og fær svona skemmtilega dýnamík að opna línur og virka menn. Þannig að tvípeð þurfi ekkert alltaf að vera slæm, þau hafa alveg sína kosti. Algjörlega. Svona aðeins að verja tvípeðina því að sérstaklega byrjendur þeir svona ef við sjáum þeir að fá tvípeð þá sjáum þeir bara svart. Alltaf tvípeð sem er bara slæm sem er alls ekki rétt. Akkurat. Og vissilega getur verið það. En það er, önnur saga, Guðmundur með aðspæri tíma, en mér líst nú betur á svörtu stöðuna fyrir utan hennar biskup á B6. Hann er komið með ágætis hérna, bóka og möguleika fyrir hvítriddarbiskupinn, en svörtubiskupinn þarf svolítið að lúra. Ef það var ekki fyrir þessa stöðu kongsins á G8, þá hefði biskup F5 komið sterklega til greina hann aðan. Rétt. Og ég byrði núna líka. En Björn vill halda
væntanlega mönnunum inn á, hann með smá frumkvæði núna. Hann ætlar að reyna að tára eitthvað fram hér. Nú langar eitthvað. Hann að spá í biskup B5 eitthvað slíkt? Nei, það alltaf drottning D5 ef hann þarf. Já. Björn þarf að vera svolítið varkár með þessu stöðu vegna þess að það mjög stutt ef hún sé bara tæknilega töpu út af þessum biskup hérna. Já. Ef röngu uppskipti getur þýtt alveg hræðilegt endtöfl. Biskup A5 reynir að líka upp á hann og sem þá, hún verður ekki kápan úr því klæðinu. Gæti verið sko. Og hvítu verður að leika B4 ef hann vill ekki tapa peði, þá tekur hann og fyrir svo tilbaka á B4. Herru, við mistum bara þessu. Já, það er rétt. Taktík að gumma, svartur fær nú smá. Getur hann ekki drottning E6 dreipið á A5 drottning E2? Er það eitthvað sprikl? Getur verið eitthvað sprikl nefnilega. Af því að hvítumennundir hérna á fyrstu og andra raut verður svona að vinna ekkert sérstaklega vel saman. Nei. Ég hef tón ekki vel átt af því. Á ég... Drottning sko. Nei, ok. Ef hann dreipur á A5 drottning E2 þá má ekki leika riddari E3 út af hrókur tekur E3. Hann leikur þessu, þetta komið svona. Hann skákar á D5 og ætlar hann þá tilbaka á D1 kannski, er það leiðin? Aha. Vandinn er sem sagt að drottningin hótar tveimmunum í einu. Já. Það er líka hægt að valda með hrókur C1 en það er pínu klauðalegt en kannski drottning. Og ég ræði að hann vil ekki vera veikur í borðinu. Drottning D1 var hugmyndin, hann tekur hann C3. Þetta er slatta peðum, þetta er alls ekkert ljóst. Nei, alls ekki. Allavega þarf hvítur aðeins að klóra sig út úr þessu og biskupinn getur komið inn á A4 eftir einhverju kringstæðum. Já, biskup A4 er hótun. Ok, drottning D2 Já, hann er alltaf biskup G sko. Ég ætlaði að drepa D um að leika biskup A4 og svo spáði borðið en það hafði ekkert upp á sig. Já, það er ekki veikleikinn í borðinu er ekki slæmur eins og lítur út fyrir að vera eins og yngvar betur á biskupinn getur bjarga konglum. Drottning D2 er 7 sekúndur að bjössa. Tími gæti skipt máli hérna. Hvað er Guðmundur að skoða? Hvort það megi... Nei, hann getur nú alltaf sótt þetta peð. Tekið á D2 biskup C3, er það sem er að spá í? Lítur að reikna eitthvað þannig, já. Þá hlýt ég að eiga biskup A4, leiðilegur. Já... Réttur í gumma. Það þarf hann kannski að... Kannski bara loft út. Getur verið, já. Ég veit það ekki. Leikur réttur E3. Það má ekki drepa því þá drepur hann fyrst á D2. Já, tekur hann D2. Björs er ekki að finna leik, hann fann C5. Já, með 2 sekúndur á klukkunni. Já, vá. Og nú gummið að fara alveg svipum, þó ekki jafn alvegum vandræðum. Já, á Bjössi fellur. Og fellur á tíma. Málið var drottning C3, drottning E7. D6, það án meira sér hrókur E7, drottning E7. Já, já. Skák. Gaflar á D5, einmitt. Þannig að biskupinn á D7 hefði fallið. Þannig að líklega var þetta orðið unnið á Guðmund. Vá. Vel gert í honum. Þetta var skemmtileg skák, spennandi. Afleggir, dýnamík, skemmtun. En þetta þýðir að Björn sem stýrir núna hvítumörunum verður að vinna þessu skák til að jafna metin og komast í bráðabannskák. Það var greinilega, já, með ráðum gert í Guðmundi að allavega að fara í eina svona skák með sjá hvort hann fari í Kósjó. Já. Og nú erum við komið með eitthvað hliðarafbrigði af hefðbundinni tapmennsku Björns, hann er með riddara núna á C3. Já, það var eitthvað svona Richter Verisov léleg útgáfa á Jópálandum, ég veit ekki. Já, eitthvað slíkt, já. Já. Men bara spila sinn leik. Spila sinn leik, er það ekki? Já. Ok, biskupinn er komin á D3, þar sem að Björn vill hafa hann. Já, en já. Nú er jafnvel komið til álita í einhverjum stöðum við sjöstum að líka C4, kannski ekki núna en það er klálega möguleg einhvern tímann. Munurinn fyrir þá sem áttu sig ekki á því er að Björn er venjulega með þennan riddara á D2-reitnum og peð á C3 og eftir C4 þá getur biskupinn bakkað á C2. En nú þyrfti hann að klöngrast eftir tilbaka á E2, þannig að þetta er svona ákveðið tramp sem að Guðmundur hefur. Kannski spilar út á rétt augnabliki, ekki of snemma. Ok, hann tekur á D4, það er líka fínt. Já. Ég reyna að vera í mörg B6 möguleiki, vissulega. Já, og svo kannski með 10 tíma. Ramlás peðan á drottningavæng. Í rauninni eru við með drottningabræð með skiptu litunum að riddarinn á C3 kannski stendur.
klunnalega, býttu nú við. Það er ekki þessar ákvörðin hjá Guðmundi, hann er að skipta núna upp, virðist ganga upp hjá honum. Og nú getur Björn valið hvort hann vilja fá drottningarnar út af borðinu með að drepa D8 eða taka riddarann á C3. Já. 2 möguleikar hér. Ég hann ekki reyna að sjá hvort að riddarinn á B2 sé mögulega... Nei, hann kemst alltaf á C4, hann er ekkert innlokaður. Já, þetta verður sleppa hjá honum. Þar segja við erum að hugsa ef hann tekur drottninguna og riddarinn myndi enda hér, hvort hann kemst út aftur en hann kemst á C4 líklega. Þannig að verður Björn ekki bara... Hann getur alltaf líka að fara í endalveg, tekið á D8 og fara biskupinn tilbaka, nei, hann tekið á D8 og tekið á D1. Já. En svartur hefur engin vandamál þar. Hann kemur náttúrulega með 3 mögulegan sem við reddum ekki. Finnur Bjössi eitthvað neginn 3 mögulegan. Okay. Það er ekki tvípið allavega, en hann er svona... Hann er svo eftir hefðbundnum stöðum. Já. Peðir er ekki komið að C3 sem að, ok, það er nú kannski ekki að setja að hanga. En hvítir hefur ekkert betur en að hafa ykkur aðgerðir á Kóngsvæng með tíð og tíma. Já, hann hlýtur að leika drottning D2 og svo C3 svona til þess að binda peðastöðuna saman. Til E1 og hrókur E3 reyna eitthvað aðeins að... Já. Bóta, en Guðmundur þekkir alveg stöðtypunar, hann ætlar að fara að stað með peðin, B5 og A5. Minni hlut árás og kannski A5, B4. Komin að stað og hún virkar hættilega. Ég myndi freka taka svartina, leikur B4, ok, stoppar upp í þetta. Já, ég er enda aldrei hrifin að því persónulega að svara minni hlut árásinni þessum hætti að því að stundum verður þetta peð bara mest í veikleikinu á eftir. Já, riddarinn á CSS líka, hann stendur ekkert vel upp á að nýta sér hóluna sem að þú bjóð til. Hann tekur smá tíma. Það var kannski D8, B7, D6 og getur gert eitthvað með hann og nú er hann byrjar að byggja upp. Þetta er flott í BSA og í draumaheimi líka getur þessi riddari endað hérna. Já, jafnvel fljótari heldur en svo svarti. Já. Og þú talar að peðin tónum með biskup eins og er þá tónan og hvítu peðin mun betur með hvíturætta biskupum. Já, þessi er dabur. Ok, drottning F6. Kannski rýma E7-reitin fyrir riddara mögulega. Já, mér líst bara mjög vel á þetta plan hjá riddari Einar 1 núna. D3 C5. Já, hann allavega stoppar. Kannski að passa svartaleiki í F5 eða hvað? Nei. Er riddari eitthvað sem stoppar? Já, ég ætlaði að segja bara stoppar upp í C-línuna. Björn hugmyndaríkuleikur H4. Já. Hvað er hann að gæla við núna? Stundum að hugmyndafrór, ég veit það ekki. Áttar mikið alveg á hvað þetta gerir, alltaf að leika G4 G5 eða, ok, hvað myndi svara með því að veikja G5-reitin? Já, sérstætt. Sem að kemur mér allavega vart. Ég meina, nú getur riddarinn hóla sér nefnir á G5-reitnum og rýmir þá fyrir rókin mögulega. Nú líka endilega ekkert svo slemt fyrir hvítan að skipta upp á, ekki það ég myndi gera það strax, en riddara kaup er ekkert svo slem núna. Einmitt. Út af þessum peðumöllum. Akkurat. Það getur séð fyrir þessu slemt endatap sem að svartu geta lent í. Bjössi verður þér að klóku núna, hann er svona að leika litlum leikjum sem gera lítið annað en bara að halda skákinni gangandi, hann er með tölvöld betur tíma. Já, þetta er kunst, góður hraðskamenn kunna þetta, að bara leika litlu leikjunum, leika þeim hratt, halda tímafórskuti, Björn er að gera það. Hann kannski sér fyrir sér að ná Guðmund kannski niður fyrir 30 sekundur og láta svo til skarðskriða. Já, riddarinn er fyrst og fremst að rýma fyrir biskunum bara til að valda þetta B5-peð. Hann ætlar ekki að leika riddar F5 að því við viljum ekki gefa hvítum góðan riddar ekki slæmum biskup. Einmitt. En þetta er orðið aðeins óþægilegt núna fyrir Guðmund. Það er svona eitthvað... Lókur F3, dróning F4 kjölfari og nýja CS7 og alls konar svona pot. Þar. Ég er ekki alveg að sjá að Guðmundur sé að gera mikið hann inn á alíðinu. Nú er Guðmundur komin í 20 sekundur. Nú er Björn búin að ná svo fram sem hann vildi. Já, hérna væri nú bara orðin nokkuð bjartsýn fyrir hönd Björns. Sýnst það? Leifum við byrja að segja þetta bara ekki að jinxa aftur. Björn er að leita að einhverju, hann er mjög einbettur núna. Já. Hann hlýtur að koma með drottninguna F4 og koma þarna bak við hennar B8. Drottningina bakka á G7 er alveg hrikalega passið. Já. Það er mjög óþægilegt fyrir, H8. H8,
Drottning F4 og Hótar bakra megin. jafnvel að fara að taka á E6 með hrók til dæmis. Það alls konar. Beinhótun. Hróktur bara E6 leikur í stöðunni. Mát og F8. Það hrýnur allt. Já. Tekur á G6 að sama hugmynd. Drottning F8 mát. Já. Er Bjössi bara að taka hann hérna? Já, Þetta er vel gert. steinbúið, 5 sekundur. Frábær skákur Bjössi, það er ekki bara? Jú, virkilega vel gert. Og þetta var dátt, svona early in the opening, en hann svona, já, bara sérstaklega eftir að hann stoppa upp í minnildóra svona, hann tabletta bara skínandi vel og mjög praktist. Frábælega gert. Og jafnar metin í 3-3 og það þýðir bara eitt kæruáhorfendur við erum að fara í bráðabanna skák. Fyrsti bráðabanni hjá okkur á sem er alltaf skemmtilegt. 9 tímabili, 9 ári. Já. Einmitt. Okkur leiðist það ekki, tökum við stuttapásu eða hvernig er planið hjá okkur? Ég hugsa að við tökum örstuttapásu og bara mjög stutt með að við stillum upp hérna. Já, förum yfir það með keppendum hvernig bráðabannin fer fram. Já. Komum aftur eftir augnablik. Já, komið sælir aftur kæru áhorfendur og við erum að fá hérna annan þáttastjórnandan hlaupandi inn í settið enda menn að missa sig úr spenningi yfir bráðabaraskákinni sem er rétt að hefjast og ef við förum eldsnögt yfir fyrirkomulagið Ingvar þá halda þeir sömu litum þannig að Björn fær núna svart, Guðmundur hefur hvítt í fyrstu bráðabaraskákinni sá sem vinnur fer áfram það verði jafnt ný skák og skipti litir og þannig er fyrirkomulagið. Já. Þetta er ekki flókið, þessu vinnur skák, næstu skák, hann er komin áfram. Það er svoleiðis, já. Já, og örugglega gríðarlega margir fantasy-eigendur sem bíða spenntir. Já, það er rétt, það er kannski gaman að minnast á þann góða leik sem er í gangi. Það sem að áhorfendum og áhugamönnum gefst tækifæri til þess að velja þá keppendur í keppninni sem að þeir hafa mest að trúa á. Já, og hérna er eitthvað komna góða fréttir að ef að þinn maður dettur út að þá fara nú eins marga vinningu hættir. Einmitt. Akkurat. Þannig að kannski bara fullt af jafnteflum og bara safna með vinningum. Nákvæmlega. En ok, það er einskileikur núna hjá Guðmundi, Series 4, 156, Series 3. Já, og við fengum þessa leikjöröð áðan líka og þá skiptum við yfir í drottningabræð. Já. Hann tekur núna og fer aftur í þetta atriði. Einmitt. Bjössi lék biskup E7 áðan og ekki? Jú, hann lék biskup E7, H6 og A5 og skipti upp með riddari H5. Guðmundur vann þá skák bara eftir hörku barning. Já, það var ágætt. Svo sem hörku skák. Já. Það var engin sérstök yfirspilinu gangi þar, svo að segja. Og Björn endur tekur leikinn, hann er svona eins og við tölum áðan að blanda saman, hérna, kannski tveimur afbrigðum. Já, og Guðmundur er fyrri hérna til að breyta út af, leikur H3.
Já, hann líka held í drottning sér Já, í fyrstu skákinni. og þá kom H6, biskup H4, riddari H5. Já. Það var svo hoppinn á F4 með riddaran. Mitt, Björn gefur sér meiri tíma hérna í byrjunarleikina. Já, ég ætla að segja að menn hafa verið hérna í ekki að leika bara átt ílega þessum riddari E8-leik í þessum stöðum. Já. Bara til að skipta upp. Og þá komum við líka inn á það sem að Björn, hérna, ef vorum að tala um í skákina áðan að í þessum peðastruktúr, þessum Karlsbad peðastruktúr, þá stendur riddari mjög vel hérna á D6. Já, það stendur mjög vel þar. Og D3 á samanskapi. Hér var áhugaður uppskipti. Guðmundur tekur á sig tvípeð. Hvað er hann að hugsa með þessu, Ingvar? Já, hann er að hugsa bara svona stjórn á E5-reitnum og hérna. Og líka bara að hann með peð á svörtureitnum sem tóna vel við hvíturiddarbiskupinn. Já. En aðalega, já, valda á E5 og G5 getur komið sér vel. Þessi peð á svörtum reitum tóna vel við biskupinn sem er á hvítum reit og hvítur hefur tök á þessum góða E5 reit fyrir riddara. Já. En Björn er, hann er vel að sér í þessu, hann setur riddaran á D6, hann er fín. Menn er kannski svolítið lengi líka að sækja þessum peðum, þóttu kannski virki veik, D4, F4. Já, það er engin svartridarbiskup og já, tekur svolítið tíma að setja á þessi peð, en ok, drottning C2, hann verður að valda H-peð og gerir það með því ítaði áfram. Guðmundur hérna kom líka kannski vekk fyrir mögulegan biskup F5-leik. Já, sem að vera góð kaup fyrir svartan. Já. Þessi mikilvægt fyrir hvítan að halda þessum hvíturidarbiskup. Drottning D2. Nú geta hann mögulega líka biskup F5 sem hann bara gerir. Það gerir það. Hann bara passa sig að lenda ekki í einhvers konar riddargafla D7. Já. Það vera kaup. Því að já, taka til þess með riddaráleika, riddar A6 eitthvað slíkt. En já, ég gerum ráð fyrir því að Guðmundur fari kaupin á sínum forsöndum, leiki hérna einhverjum próksleik, krúkur A1, eitthvað slíkt. Það er riddar onni á, já þetta taka með riddar. Já, það var annarkvort onni á D4 eða F4. Já, þannig að hann þarf kannski aðeins að vanda sig. Já. Ég mista því að hann bakkar á E2. Já. Heldur þessum biskup inn á borðinu. Virkar smá klaufalegt. Já. Riddar A6, já, nú kemur til greina. Hann gæti leikir G4. Mjög gummalega leikur að leika hann að G4. Biskupin eru þá kannski að fara bara aftur á C8 til að valda D7-reiti. Já. Ok, hann býður með það. Hrókur. Ok, en nú má hann alveg fara að C8, hrókurinn komin í spilið. Já. Nú vorum við ekki að prætti við G4. Og það er ágætt að benda árundum á það að það er allt í lagi að hörfa með biskupin á upphafsreitin aftur ef hann þarf. Hann tekur alveg þátt í skákinni þá hann sé þar. Hann lúrir á C8. Já, hann lúrir og stjórnar eða þess er ennþá þessari skálinu. C8 til H3, riddari fyrir á C7. Hvítur gæti mögulega tekið á A6 í stöðunni. Já. Það gerði það ekki. Þessi kvöldunum inn á. Þessi riddari, já, hérna bakkar hann. Þessi riddari geti komið á E6, sett pressuna þannig á þessi peð sem Guðmundur valdar hana, Gunnar 3. Ekki ólíklegt að H-peði fylgir fljótlega upp á þið, farið jafnvel að H5. Þessi skák náttúrulega ber þess aðeins merki að það er mjög mikið undir. Já, menn er að passa sig mikið að það gera ekki mistök. Sýnist það. En ég held að ég myndi nú frekar að taka svarta stöðuna þarna, ef ég þurfti að velja. Já. Björn er einfallega til langs tíma þá er svartur með í rauninni peðameirhluta. Á drottningavagnum. Og hann að, já, ég held að Björn skynji það og er alls ekkert smeykur hérna að fara bara í kaup. Veikur hrókur E8 og já, ef það tekið E8, drottningur E8 og stendur þessi riddar ekkert sérstaklega á G6. Já, hann er ekki alveg búinn að ná að múra hann niður þar, það væri fínt að vera með P. Já, þetta er P sem enda á það, en ok, en hann getur svo sem fara að H4 og svo F3 kjölfæri, ég sé svo sem ekkert annað fyrir hann. Guðmundur má passa sig núna að missa ekki tökin á stöðunni því að P og D4 gæti orðið slemmu veikleiki. Já, gæti þurft svolítið gjörgæslu. Þannig að Guðmundur aðeins að verjast núna, þarf að bakka með drottningun á C1. Ekkert slæmt endilega. Nei, hann hefur svo sem alveg valda öllum lykilreitum, hvítur, altså svartur ekki að komast inn á hann á E-línunni. B5 væri
mjög aggressív leikur núna sem að það myndi kannski leika ef að hvíti verið svona tæpar tíma. Ritter F3 frekar. Já. Automatic held ég hjá hvíti núna. Þú ætti að valda D4. Það fyrir F5 frekar, já. Ok. Kemur nú smá á vart. Já, hann svona, hann verið smeyku, hann verið eitthvað losarlegur hérna. Já. En kannski allt í lagi hjá Guðmundi. Tekur svo sem D6 en undirbýr þá kannski að leika B6 og jafnveg Ritter D6, ég veit það ekki. Í einhverju stöðum þá lúrir Ritter D5 líka. Já, ég var að hugsa um það áðan. Nei, það er náttúrulega í F5. Nú er Ritter F5. En eins og Ingvar benti á, Ritter D5 með þeirri hugmynd að grafa undan eins og Ritter á C4 í kjölfarið. Já, hennar leikur Ritter E3. Okay. Ritter D6. Já, Björn vildi ekki fara í uppskiptuna, það kannski sletta aðeins úr peðastöðu Guðmundar. Já, þetta með F-peði bara að laga peðin. En nú tíminn farin að skipta máli og Björn, mér finnst hann aftur eiginlega bara áberðið einbetur. Já. Síðustu skákum. Guðmundur farin að blása, sýnist mér. Greinlega svolítið stressaður. Já, þetta stressandi. Björn bröðóttur, við þekkjum það. Menna engan eftir einhverja fórna hálþrjú. Partytrikkarna. Já, einmitt. Það kýtlaði hann greinilega. Já, hún langar svo. En ok, nú bara hörfa, já. Ég meina með þennan tíma ákvítir náttúrulega bara leika biskup F1. Já, ok, hann leikur H4, já. Já. Það er bara fínt ef hann leika H5, það líklega bæti stöðuna. Eins og við sjáum þá Björn með örlítið betri tíma, þó að sé báður enda mjög tæpir, en spurning hvort hann getur nýtt sér það eitthvað. Guðmundi verið að tefla vörðana mjög vel. Já, hann hefur sér bara tröstu. Ef að Svartur gleymir sér, þá geti jafnvel fallið hjá hann peða á A5 ef hann passar sig ekki. Nú tíminn orðið nokkuð jafn. Já. Björn ekkert að finna hennar aðgerandi liði til að pressa á hann. Hann kemur F5 alveg til greina, leikur G2. Já. Það hefði alveg getað náði space með F5 hvítur, en Svartur leikur F5 núna sjálfur. En það býðir hins vegar upp á hvítu getur núna, hann ætlaði að leika rittari. Já, þetta vel gert, annars hefði hvítu komið rittari G F3. Þvinga kaupir. Reynir að réttu peðastöðunni. Þetta aðeins þægilegur á Svartan. Já, ívið betra. En líklega þetta nú jafnvegslegt eins og rittari F5, kýtlar þetta ennþá aðeins, kóngurinn kemur. Já, það kannski smá sénsa fyrir Svartan. Já, hann kemur bara með kónginn og tekið þá kóngurinn komið inn á G4. Akkur kemur hann ekki kónginn? Eins og Ingvar segir, kóngurinn gæti ratað hérna. F4, Rittari svolítið bundnir hjá hvítum, hann komin í smá leikþröng. Já, þetta mjög erfitt að finna leik. Það er kóngur C4, ok. Hvað getum við gert? Við getum komið með kónginn. B6 C5, það hlýtur á planið. Já. Kóngur tekur, ok. Allar inn á B4. Ég hef haldið P3 svo D4. Þetta erfitt enda fyrir Guðmund í þessu tímaræki. Mjög. Það eiginlega eins og Bjössi sé peði yfir hérna. Nú fellur náttúrulega G3. Hvað mótspilið? Kóngurinn Svarti ekki Gæti hann ekki rittið, nei. Þetta D2 að máta Svartakóngin? Nei, það fyrir mikið. Það fer í mótspilið. Ágættis mótspilið þetta. Já, bara hörkum mótspil. Bjössi þarf að snúa við með kóngin síns mér. Hann gæti kannski líka D4 og D3. Ok, hann ætlar að hita svona. Þetta riski. Ok, það er kapplaup. En ég meina hvað... Ok, hann er að skáka E4, já, ég sá ekki. F6 ritter E4. En ég meina hver að vinna þetta? Svartur getur sett rittarna... Það er bara jættabli. Gæti verið að... D7, hann gæti verið á jættabli núna. En Guðmundur ótrúlegur, hann reynir að vinna... Ok, rittar E4, akkur fór hann ekki E4? Hann getur sett á að þannig, þetta var afleikur. Já, rittarn mjög passífur þannig. Kongur getur... Já, jæfnvel lappa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kongur F7, kongur... Hvort peðið fyrir á stað? Var kongur B3 betri? Ég held að kongur B3 hefur betri á afleið áfram. Já. Rittarn getur eitthvað... Hann tapar tempóið bara á þessu. Björn! Ok, ég skil ekkert hvað er að gerast núna, en þetta er spennandi allavega. Já, menn að missa svolítið þráðan hérna og kongur C4, nú kemst rittarinn á C2 eða hvað, það getur verið eitthvað tempó þar. Kongurinn ángarar hann kannski. Ef rittar C2 kannski kongur D5, nei, ég er ekki tímalega, sorry. Ég er hann æstur hérna, æstur hann keppendur. Tekur drepi. Hvernig er þetta endatap? Ha? Býtu, ég skil ekki neitt. Hann máslippaði maður. Hvað er að gerast? Hann máslippaði maður. Nei, ég trúi. Þetta, við viljum ekki að þetta endur svona, sko. Björn er að vinna þetta. Það var ljótt að sjá.
Kóngur H8, já, alveg greinilegt greinilegt máslip, en leiðilegt við vorum að reyna átt okkur á þessu endatabli. Ég held að Björn hafi verið búin að klúra þessu eftir að hafa verið að tefla alveg glimrandi endatabl. Klúraði hann þessu og hann glottir í myndavél. Svo skilaði Gummi þessu. Já. Þetta var sárt. Það er sem sagt Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari sem að Tómas, clippable content, finally. 4-3 eftir æsispennandi bráðabanna. Já. Þetta var svakalegt og við erum að kanna hérna baku tjöldin. Endatefli var unnið á Björn. Já, ég meina þegar hann var búin að pinna rittarann niður við þetta getur hvað að valda, þá var hann í stórkostlega vandræðum. Það verðist að það verið mjög vel telt hjá Byrni. Alveg þangt til í lokin og lítur hann að mista. Hann þráðinn algjörlega og fór á stað með vitlaust peð, tappa tempói. Já, einhvern veginn verðist samt vera. Já, þetta er tapaði í lokin eftir að Kóngurinn kemur á G7. Já. En þannig fórum sjóferð þá. Já. Sjóferðin fara alltaf einhvern veginn og þessu var Byrni í hag. En sem sagt, Símon Þórðarsson og Björn Þorfinnsson komnir áfram í 8 úrslit og við höldum áfram hér næsta sunnudag. Þá fáum við 2 spennandi viðregnir og meðal annars er annar þáttastjórnandina. Þá sestur í borðið. Já, ok, ég spái Ingvari sigri. Ég held að það sé nokkuð örugt en Ingvar Þór mætir Ingvari nafna sínum í 16 úrslitum. En við hvetjum ykkur til að fylgjast með næsta sunnudag. Síminn er invitational, höldum áfram þá. Takk fyrir kvöld og verið sæl.